Hæ! Halló! Herðu, við ætlum að byrja á því að segja ykkur frá afsláttakóða sem við vorum að fá. Heyrðu, já, oh my god. Frá Laugarspa. Já, við erum smá svona, og við vorum að taka þetta eftir að gesturinn okkar er farinn. Já, þess að þátturinn í dag, við erum með gest. Já. Hanna Silvíu Og þetta var magnaði þáttur, sko. Ég er smá svona eftir mig. Ég líka, þetta var rosalegt, sko. Hún er náttúrulega bara eitthvað annað og ég held að, sko, ég mæli með bara að taka blað og penna og bara glósa, sko. Þetta var rosalegt. Þetta er alveg þannig þáttur, sko. En þannig að you're in for a treat. Já. En við verðum að taka fram að við erum komið með þennan geggja afsláttakóða sem er 20% off hjá Laugarspa. Sem er, það munar ótrúlega miklu. Það gerir það og kóðin er bara mömmulífið eða mömmulífið. Við þurfum alltaf að segja þetta líka síðast þegar við vorum með kóðagangur og það var svona mömmu, en ég held að flesti gerir sig grein fyrir því. Ég veit að mamma þín var að ströggla að finna okkur á YouTube. Já, hún gleymdi í henni. Já. En nú er það öfugt, það er enga komur. Enga komur, þetta er bara svona já, þannig, en þetta er með 20%, það munar alveg. Já. Því að þetta eru náttúrulega Laugarspa Organic Skincare, þetta eru ótrúlega svona gæða vörur og eru náttúrulega lífrænar og eins og ég viti bara eru bara, þú veist, utan allt svona óæskilega efni eða þannig skilur. Þannig já, mér finnst þetta líka bara ef við ætla að kaupa ykkur eitthvað myndi að kaupa ykkur Radiant maskan, það er svona number one sem mér finnst þetta að kaupa ykkur. Það er bara number one. Rakamaskin bara, þetta er bara besti rakamaski out there, þannig að, og bara hvað sem ykkur vantar, healing balm er líka geggja fyrir sumarið, ég mæli mjög mikið með því. Ég notaði það þegar ég var mjög mikið úti í útlöndum. Að því það er líka lemongrass og minni lavander. Ég ætla bara að kíkja hans á það. En það var allavega svo 2 ingredients sem að fæla frá sér mosquitoes. Það? They don't like the lemon. Ég held að sé lemongrassi, sko, sem það er fíl ekki. Ég, sko, lemongrasslyktin, þetta er geggjuð. Við höfum eftir, sko, að setja upp hérna í stúdíun okkar út af okkur langar svo að hafa þessa lykt hér, sko. Já, svona heimilsinn. Já, heimilsinn. Það er líka ótrúlega sniðut. Já, það er svo margt. Já, og líka bodylósinnið. Já, bara geggja allt, bara, sko, ég elska þetta. Því að núna er maður meira í svona kannski sína smálegs og svona getur verið aðeins, þannig, og ég er ógeðslega léleg að bera bodylósun, þannig ég ætla að reyna að fara í átök núna, bara að vera duglegri, þú veist. Erst þú duglegri að setja bodylósun? Á ákveðnum tíma mánaðarins, þá erum við að fara að heldur betur löðra okkur í bodylósun. Já, ángríns. En svo ætlum við líka að segja eitthvað frá því að ég fór í 66, sem er samstarfsaðil okkar. Já. Og ég var að reyna að finna eitthvað næs á fyrir Adam, af því að það er svo mikið eitthvað flott finnst mér að streetveri núna, bara svona bara flottum jökkum, buxum, bara svona sem henda svona át, þú veist, bara bara svona ógeðslega cool. Mér var staðlega geggjað. Og hvað jakka fekk hann sér? Hann var svona beislitaður, svona hálfröndur, ég man ekki hvað hann heitir, hann var svona ógeðslega þunnur, ógeðslega flottur. Ég bara mæli mikið með Laugadalur eða eitthvað. Gæti verið. Þú ert nefnilega svolítið komið nöfnir, sko. En svo keypti ég líka kríuvestið fyrir Marino og hennar Helgu, hann átti ammali. Það? Þannig ég fór og fekk vestið, af því ég keypti það náttúrulega á Nóru, sem ég sagði ykkur. Og það var svo ógeðslega krúttið. Mér líka svo geggjað að hún er í matching setti, þá sést hún sér í matching þegar hún fer í vestið, því oft þú setur í peysu og sést náttúrulega ekki í það sem er ofan. Þannig hún er svona matching í vesti, ég bara, þetta er svo cute, þannig ég var það. Þetta er ógeðslega sniðut, ég hef aldrei átt svona vesti, svona flísvesti. Svo sætt, sko. En þetta er svo sniðut líka, við fórum út að leika daginn og það var alveg sól, samt svona eins og ég er alltaf í Íslandi, smá vindur og svona. Og þetta er svo næs að geta bara hent yfir. Já. Og þeim finnst það líka, dóttir minni finnst það mjög mikið sport að þurfa ekki að fara í, þú veist, jakka eða neitt, þú bara vesti, skilur þú veist. Einmitt. Þegar hún er svona tímabilið bara, mér langar ekki að vera í neinu, þú veist, þannig að þetta er óslega þægilegt, sko. Þú veist, layers. Ég er bara ógeðslega sætt. En já, þannig, já, það er geggjað. Ég var einmitt, sko, út af núna er frí í, ekki á dagmöfun núna, það var senstugu, en núna er leikskólinn, skipulagsdagur og allt svona og mér finnst svo næs að vera bara svona að reyna einfalda með lífið og ég panta ótrúlega oft bara á appinu, Netto.
Já, varstu það á samkaupasappinu? Já, þú veist, já, heitir samkaup en einmitt, panta frá Netto og þetta svo næs. Mér finnst þetta sko mestu game changer að geta bara hoppað, eða þú veist, bara farið í síma minn, pantað og þetta komið, sérstaklega, þú veist, ég nenni ekki alltaf með þau með mér í búðina, sko. Já, en svo líka bara geggja að fara náttúrulega bara í búðinar. Ég svolítið svona in-person típa, sko. Já. Ég fór einmitt í mjótuna bara í vikunni. Fór með stelpurnar og það var svo mikið dótaúrvalar. Ég skilja bara svona geðveikt svona skemmtilegt dóta. Ég var bara, vá hvað þetta næs. Eða svona vont fyrir veski mitt kannski að þær voru bara þetta skilju og ógeðslega fyndið. Nei, ég segi svona. En bara geggja úrval skilju. Og ég keypti bók fyrir Nóru svona litla svona. Það? Já, það geggja. Já, það ógeðslega næs úrval að bæpust dót og bara ég elska, ég mæli mikið með að fara. Já. Og þú mæli náttúrulega með appinu að kaupa. Já, en ég líka samt sko, út af því að það svo næs eins og þú segir, það bara allt í Netto og það svo næs að geta líka, þú veist, mér finnst stundur svo næs að geta bara hoppað í einhverja búð eins og bara í gær, þá var dóttir mín að föndra og langaði svo í límstifti og ég var bara, það ekkert nálægt mér sko, ég get ekki hoppað eitthvað, en ég fór bara í Netto, þá var hægt að kaupa límstifti þar, þetta svona, það að kaupa bara, þú geti keypt bara skipulagsbox þar, þú veist, eða vantar sleifið eitthvað, það bara allt sem þú þarft til að í þessari búð sko, þannig það úrslega næs. Einfalda manni lífið. Eða ekki? Jú. En við ætlum að leyfa ykkur að heyra hann styrlaða geggja þátt með Silvíu sem kom til okkar og við erum bara you're in for a treat. Við erum eiginlega mindblown. Ég lærði sem ógeðslega, mér lærði mjög mikið á þessum þætti og við förum í hormónakerfi og bara alls konar hluti sem hún bara að gera. Hún bara mögnuð og bara njótið. Enjoy. Jæja. Velkomin í mömmulífið. Velkomin Silvía. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir að koma til okkar. Ég bara ekkert smá spennt, búin að fylgjast með ykkur, geggjar. Takk, það mikið hrós frá þér. Það var queen, sko. Við saknum Norsins, sko. Bestu. Þannig það bara, vonandi kemur aftur. Já, nákvæmlega, búin að 5 ár. One day. 200 okkar þættir. Þetta var alveg langt æventýri. Þetta bara svakalegt. Eða líka sko eftir að byrja sjálfur, þú veist, svona með hlaðvarp. Þetta svakaleg vinna og við erum líka með einn þátt í hverju viku og þið voru mér ótrúlega svona, þú veist, mjög skipulega og svona, maður fekk ótrúlega mikið úr þáttum, skilja. Þetta heyra. Þannig það alveg bara, dáist að þér, sko. Það gaman að heyra út af því að við náttúrulega lögum upp með að þú myndir aldrei fá þáttin og það væri ekki eitthvað í því. Þú veist, það mátti aldrei vera ekkert. Það þarf alltaf að vera eitthvað svona húk til þess að þú getur tekið með þér, sko. Já, einmitt. Sem alveg geggjað, sko, sem alveg mikilvægt. Það svo gott að læra í leiðinni. Já, einmitt. En talandi okkur langar svo mikið að vita. Við náttúrulega þekkið þig, náttúrulega, þú veist, og vitum. En mér langar svo mikið að vita bara svona hver Silvía, ef að þú vilt kynna þig. Það náttúrulega bara oh my god, þessi spurning, sko. Ég veit það, allir sem bara Já, nei, þú veist, það bara því ég veit ekki, ég alltaf svona eitthvað, ég að skilgreina mig, það hvað ég að gera eða þú veist, hvernig ég og allt þetta, þú veist, ég búin að hlaðvarpi Normi náttúrulega síðustu 5 ár og við settum loka þátt í lofti núna bara í desember út af því ég var að eignast 3. stráki minn. Já, einmitt. Og ég ætla að reyna eftir stelpunni. Já. Þú ert ekki búin? Ég ekki búin. Ég held ekki. Ég ætla að vona að ég sé ennþá frjó og og ég allan eins og staðinir í dag svo sjáum við hvernig svefnleysi leikur mig eftir einhver smá tíma. Ég að reyka Steindal EHF. Já, einmitt. Með manninu mínum. Það þessi heildsala. Það heildsala, já. Og við erum með Red Bull sem og við erum með El Taco Truck og við erum með Törst. Ég elska El Taco Truck. Já, geggjað. Ég sósunar. Það bara must að eiga jalapeno sósunar heima á mér. Það bara, hún má aldrei ekki vera til. Það tala grænu. En svo náttúrulega líka komið cheesy jalapeno. Já. Hún geggjuð og ostasósa. Já, eftir að smaka hana. Rókslega góð. Og bara alls kóríandusósa ef þið það náttúrulega heitum Ég elska kóríander. það bara alveg fersk kóríandusósa
Já, þannig að þú þarft ekki að kaupa heila, þú þarftu bara með þetta í kæli, þú veist, og sprautar yfir, skilur og ég gerir rækjusalat daginn ekkert og sprautaði bara svona yfir og eitthvað svona. Eða setja þetta yfir með taco eða? Já, setur þetta yfir taco og þetta bara alls konar, þú veist, þú getur notað þetta alveg bara útrúlega margan hátt. Ég bara elska þetta. Ég elska líka að þetta sé í svona sprautiformi. Það er svona smá idiot-proof. Ég líka að lúkka miklu betur, sko. Í staðan fyrir bara slem eitthvað sósa, skilur. Já, einmitt. Það er ógeðslega næs. Þetta er alveg, já, þetta er alltaf kom út, þetta er bara fyrsti matavagnin í Svíþjóð. Og þess vegna er þetta þróaðist í svona matavagna umbúðum og allt þess vegna út í þeir voru að gera þetta vinsælasti matavagnin. Þetta er líka, já, þetta er ógeðslega flott. Já, erum við svo geðið flott merki. Það er líka búið að vaksa svo mikið hjá ykkur á bara... Já, þetta var hérna, sko, Emmi, maðurinn minn alltaf, hann var að vinna hjá Vá. Já. Og þegar ég átti Hólbert, það var mánuði seinna fyrir Vá á hausinn. Oh my god. Vá, já. Og það var bara ákveð áfall fyrir okkur og hérna, og það er svo fyndið eins og segja allir, þetta er svo mikið klísi en það gerist, það er einhvern veginn þegar eitthvað svona gerist og við þurftum bara að hjóla hraðar, bara þykjulega séð, þá bara einhvern veginn stofnaðist fyrirtæki út frá þessu og ég veit að það eru ógeðslega margir sem voru að vinna hjá Vá sem er að vinna fyrir sjálfa sig í dag. Það? Já. Er það ekki? Mér fannst rosalega margir bara þurfa að hjóla einhvern veginn öðruvísi. Bara startup. Ég sá bara, vinkonum mín maður þetta vinna fyrir Vá og bara startaði sínu eigin skilur. Já, er það? Já. Fengu einhvern svona drifkraft í það. Já, það var einhvern veginn líka kannski bara út af því að hérna, þú veist, Emmi var þá okkur launum í smá tíma í rauninni í fæðingaróla og það var við bara hvað ég var að gera, prófum þetta átti að vera svona lítið side hustle, skiluru og hérna og við vorum bara að vinna í þessu sem side hustle og ég og Emmi vorum að keyra út vörur og ég var að selja við innkaupastjóra í keðjum bara króninu og öllu því, þú veist, þessu batteríum, þú veist, bensínkerjunum og allt þetta og ég mætti með Hólbert á fundi, skiluru, bara pínu lítinn, hann með gubbupest, hann ældi einhvern tímann á fundinu fyrir framanleitt innkaupastjóran og þess að þetta var bara eitthvað svona ógeðslega, ég var að sagði við Emma bara og svo vorum við öll með gubbupest að keyra út vörum. Nei, já. Það var einhvern tímann, ég var bara út í það var bara allt búið og við bara shit byrjum með hoppum við bílinn og þú veist eitthvað, það var alveg bara svona ógeðslega furðulegu tími og þetta er svona nákvæmlega eins og að margir lýsa svona, þeir eru að starta einhverju hversu mikið bras þetta getur verið til að byrja með, þú veist og hérna þess vegna var það ógeðslega mikið luxus þegar við bæði þurfum að geta unni fyrir fyrirtæki okkar og þurfum að segja upp öðrum vinnum og það er fyrir að taka í rauninni þann tíma að þú veist, við getum það er geggjað, sko. Hvar varst þú að vinna áður en þú fórst í farið orlof þarna? Ég vann sem sagt ég hérna, vann hjá Dale Carnegie lengi og var verkefnastjóri við þjálfun ungu fólki og hérna, og var hjá Ölgerinni líka lengi, sölu og markaðsdeildinni þar og hérna, og svo rauninni þarna ég að vinna hjá Dale og svo færi ég mig yfir í Steindal og svo náttúrulega Normið, átti að vera side hustle líka en varð svona í rauninni stærra gig en átti að vera, sko. Og bara ógeðslega þakklátt fyrir það og hérna, og ég held líka, þú veist, að það var opnað augum mín líka fyrir því að ég veit það ekki, mér finnst þessi samfélagslegi rammi oft ekki henta okkur konum, þessi 9-5 rammi, þú veist, hérna, að við eigum einhvern veginn, ég veit það ekki, bara út af því ég mitt út frá hormónakerfisumræðinni, hvað hérna, og ég langar ekki að fólk taki í það samt þannig að við séum eitthvað veikari verur, heldur ég meira, mér finnst það samfélagi sé ekki byggt upp fyrir okkur og það er hægt að gera það þannig við afkastum tölvört meira, við erum afkasta fáralega vel núna, við erum bara öflugar en ég væri til að við myndum afkasta ennþá meira og líða vel og við erum ekki ykkur í börnátti, skilur. Það er svo sjúklega góða punktur, sko. Ég held að allan eins og samfélagi í dag, það er svo erfitt að ætla skilur bara krakkanir að sækja skuttla og vera samt í skilur 8-4 vinnu, þetta er svo erfitt. Já, og líka bara fyrir krakkana, þetta er einhvern veginn bara þessi rammi, hann bara funkar ekki. Og svo eitthvað stytting vinnuveikunar og það er ekki takt við neitt annað og það er allir bara að fara að koksa yfir því líka, skilur. Maður er bara svona, en ég er ekki að segja ég hafa eitthvað svarið fyrir því hvað á að gera, en ég er svona, ég er samt bara að laga þetta er ekki virka svona, skilur. Það er einhverja breytingar að verða svona. En það er allan byrjun eins og þetta að vera að fræða fólk og ég held að það sé svo jákvætt. Það er allan einhvers staðar að byrja og eins og bara, þú veist, ég var að við Ástráðsson maður að googlaði fyrir þáttir, skilur, og það er svo fyndið, þú hefur gert svo mikið og þú hefur gert rosa mikið svona, það skiptir greinlega miklu máli að hafa góð áhrif og þú veist svona, það er mjög fallegt, þú hefur gert bara svona endalaust eitthvað neginn, eins og með bara, þú veist, normið og núna, þú veist, þú talaði mikið þú veist, eins og hormónukerfið, þú hefur mikið að vera að tala þegar þú lendir í taugaáfallinu. Já, 2012. Já, þannig það er ótrúlega svona magnað eitthvað neginn og það er mjög jákvætt, sko. Ég held líka kannski bara, þú veist, ég veit það ekki, ég held þessum öll til að hjálpa á einhvern hátt. Við erum öll eitthvað svona, það er eitthvað svona
að hjálpa til við pípulagningur eða það einhver að hjálpa til við, þú veist, að þjónustöði til að fíla þig betur í fötunum og hjálpa þér, við erum alltaf, ég heldur séum bara sett þetta til þess að vera að gera eitthvað út í við bara fungurum ekki öðruvísi, sko. Við verðum bara, við erum bara verur, við erum félagslega verur og við eigum að vera í þessu, annars eru bara líka okkur frekar tómlegt, sko. Fannst þér þú fara svolítið þá, var það eftir taugafalli sem þú ferð þá í Dale Carnegie eða hvernig? Nei, ég var búin að vera, ég fór á námskeið þegar ég var 14 ára. Ok, var það langt síðan? Já, nei 16 ára, sorry. En þetta búið að vera svona lengi? Já, þetta er bara fáránlega, já, búin að vera ótrúlega lengi. Okay. Og fer sérst sjálf á námskeið bara 16 ára og var síðan búin að vera oft sem aðstofamær, býðst að fara í gegnum þjálfaraprógram. Og fer í gegnum það og það var bara geggjað, fann mig ótrúlega vel í því og ég myndi segja, þú veist, að út af því að sko, þegar þú fer í gegnum þjálfaraferli þá ertu að taka smá svona bootcamp fyrir andlegu hausuna þér, sko. Það er verið að reyna á þig eins óþægilega, þú settir það óþægilegas aðstæður og þú ert sem ég að fara að kóksa. Og þér fleygt upp og ég man eftir því, þú veist, að kemur treinir frá, þetta er alþjóðlegt brand, og það kemur treinir bara frá Suður Afríku sem er svona stærsti Dale Carnegie þjálfari í heimi og hann sagði við mig hann er að henda okkur út fyrir og hann er að sjá hvar okkur líður óþægilega og við vorum búin að vera bara óslega stífu prógram í einhverja 3 daga þarna og alveg frá bara 8 mótana til bara svona sem í 7-8 kvöldin og svo átti ég að fara heim á laugardeginum og morgun eftir átti að vera með bara vinnustofu, þú veist, bara fyrir, þá var bara komið bekkur inn, bara einhver fólk og hann segði mér Silvía, klukkan 8 og hann var búin að láta mig undirbúa mig fyrir vinnustofuna með eitthvað mótul svo tók hann á mér og segi, þú ert byrjað klukkan 8 með þennan mótul og ég var alveg að búið Oh my god og ég bara, nei bara, og ensku, skilur Oh my god. Þú veist, og þetta var alveg svona, og ég var alveg bara guðmugóður, bara, ok, þú veist, og ég fór heim og ég gat alltaf talað, ég var svo stressuð og ég svaf ekki alla nóttina, vaknaði klukkan 6 og eitthvað svona, og það er verið að henda þér út, þú ætti að geta verið löpum á þess að einhver getur hristið af löpunum, skilur og þú átt að láta þess að þú kunnir og þú átt að læra svona reglu til þess að geta komið með efnin áleiðis á þess að þurfa að kunna 100%. Þú veist, þetta er svolítið þannig. Það er pointið, þú veist, þannig að ég mæti þarna morgun eftir og ég man bara, ég var að drepast í maganum, ég gat alltaf talað, sko. Og ég man eftir, þú veist, ég fór í þetta og lét bara eins og það væri ekkert mál og svo líka það, kannski ég svona svolítið þann típa, svona, ég er svo stolt, sko, ég svona, þetta hefur ekkert áhrif á mig. Þú veist, ég er svona, alltaf ekki að láta sjá að ég var að skíti í brækur, skilur og það gekk bara, þú veist, vel og hugsa ég, það er svo margt í þessu ferli sem að maður finnur að maður styrkist sjálfur út af því það er alltaf verið að láta þig líða óþægilega, skilurðu, þú veist. Já, einmitt, maður er alltaf að vaksa. Maður er að vaksa og líka þurfa bara að læra að skýta upp á bak fyrir framan aðra og líða bara óþægilega og vera bara, ég skeiti upp bak hér, bara framan alltaf, eða þá ekki og ná að svinga það. Þú veist, það er alveg svona aðstæði sem að kenna mann helling, sko. Já, vá, ég get ímyndum mér og líka bara í lífinu eitthvað, bara algjörlega. Þetta er bara mjög dýrmætt, sko. Já, ég bý alveg að þessu. Ég myndi að segja, þú veist, þetta er líka bara eins og þið að gera núna í podcasti, skilur að vera viðtalstækni og vera fyrir framan fólk að þjálfa það og grípa það sem þarf nákvæmlega út úr í fólkinu og allt þetta. Þetta er alveg, þú veist... Þetta er alveg tækni, sko. Þetta er bara Þið finnir það. Sko. Já, og bara... Já, finnir svona mun, einhvern veginn. Já. Þótt við séum bara algjörlega winging it, sko. Já. Þið eru bara með þetta í puttunum. Það er bara þannig. Nei, líka, sko, þetta er svo fyndið. Þetta er líka svona öðruvísi að vera, þú veist, út af því að, já, þetta er bara svona, þú veist, ég væri alveg til að fara á námskeið og læra ennþá meira, sko. Já. En nú er ég samt svolítið forvitin, því ég man eftir Dale Carnegie sem svolítið bara svona tískubylgju. Já. Mér fannst þetta koma svolítið svona yfir alla og allir voru eitthvað að fara á þetta og ég var svona pínu bara svona, hér, skilur. Var þetta, þú veist, er þetta bara til þess að, þú veist, var þetta bara pointið að læra að tala fyrir framan aðra eða var eitthvað svona meira andlegt að bak við þetta? Er þetta aðalegt hvernig þú kemur fram í ræðum eða, þú veist, sviði, ég veit ekki hvað. Sko, já, það er náttúrulega 5 markmið bara Dale Carnegie. Það er leiðtogahæfni, þú lærir leiðtogahæfni og ef þú ert ekki sterkur þá getur þú nýttið það. Þú veist, það er mannleg samskipti, hvernig er besta... Mannleg samskipti? Já, mannleg samskipti og bara reglur til þess að hjálpa þér, bara í rauninni. Og svo ertu með tjáningahæfileika, þú veist að tjá því fyrir framan aðra, hvernig þú tjáir þau og hvernig þú líka bara þegar við erum bara one-on-one, hvernig erum við, þú veist, hvernig beitum við okkur og eitthvað. Og svo ertu líka með jákvætt viðhorf, þú veist að finna leiðir til þess að styrkja viðhorfið þitt. Þannig að þetta er alveg svona, þetta er alveg bara vingið, en svo ferður. Þú ert náttúrulega að fara inn á einhvern forsendum, þú veist, og rosa margir sem segja, þú veist, ég fór inn á þessu forsendum, ég lærði þetta, eitthvað allt annars. Þú veist, þetta er
og ég meina, þú veist, sjálfstyrkingarnámskeið hvort sem deili eða eitthvað annað, þú veist, þetta bara það bara verið gott að kíkja á það, ég meina, það eru fullt af flottum námskeiðum til, þú veist, og Já, ég var alveg bara heyrt þetta sko, ég er búin að heyra líka svo gott af fólki sem kannski bara þú veist, opnaðist einhvern veginn, var bara ný manneski eftir að fara á Dale Carnegie. Já, ótrúlega. Já, nokkar þannig sem fóru inn og bara breytti bara. En ég svo oft vilja fara, en svo ég bara, og svo það að tala fyrir framan aðra, sko. Já, en svo heyrir ég líka, þú veist, eitt sem ég þekki var bara þurft að láta svo tassan, skilur. Já. Það þannig? Já, þetta leið og ég heyrði því bara, já, hvernig var þetta? Og það bara eitthvað svona, já, það var bara skilur bara eitthvað hagaðir eins og tassan bara þinn jungle og þar erst þú bara núna. Það bara að íta þér út. Og þú situr bara í hring. En það ekki þannig að það kemur ekki bráðgóðan dag, Ástrós, gjör svo vel, leiktu tassan, þú veist, það svolítið svona. En ég var bara, trauma. Já. Trauma. Nei, en þú ert búin að byggja upp ákveðin vöðva þegar þú ert að fara í það í verkefni. Já, það alveg, en það líka, mér finnst eins og bara talandum eins og, þú veist, móðurhlutverki og svona. Mér finnst svo oft vera lendi í ykkur svona ömulegum, svona kjánalegum aðstæðum sem mér langar ekki að vera, en það líka svona þú veist, einu sinni, það hefði ég verið bara, oh my god, bara, þú veist, ekki sofi yfir einhverjum hlut í kannski bara viku. Núna mér eiginlega svona dröll, skilju, og því ég er búin að gera svo mikið astnalegt, skilju. Þannig maður svo mikið svona berskjaldara og maður bara svona, já, núna ég bara ógeðslega kjánaleg, eitthvað svona, þú veist, þetta alveg holdt fyrir mann, sko. En svo líka bara, þú veist, maður er búin að gera allan anskotan og eitthvað, en ég hugsaði, þú veist, líður manni, þú veist, svo bara sem tímabil sem maður líður bara hræðilega og er bara ekki jafn sterkur andlega, skiljiði mig og þá ég bara ekki með vöðva minn, þá kemur rýrður og maður bara dagamunur stundum, þú veist, líka það og ég meina, ég hef verið á ráðstöfnum og haldið fyrirlestra fyrir 100 manns, skilur, oft og reglulega og ég aldrei eitthvað, hæ krakkar, velkomin ég bara, djöðlin, í stendunum klósti bara eitthvað, ég er súpumann bara hér, þú veist, verður stressuð eitthvað tímann? Allan daginn, ég hef sagt að við fleiri því ég var að þjálfa bekki, þú veist, ég er með illt í maganum allan tíma menn ég að þjálfa, alltaf, ég er allan daginn ég er bara með einhver innri pressu ég veit samt að aðri þjálfur er ekki þar ég er bara og svo líka það er kannski ákveðin fullkonar orðið hjá mér langar að þeir einstaklingar sem eru 30 fyrir frammi að þeir fá allt sem þeir þurfa og ég sé nöska að sjá þetta, þú veist, ég vil ekki að þú sért æskiljið mig, þannig að þetta er svona og kannski svolítið of mikil pressa sem ég setja sjálf á mig sem að veldur því að ég er alltaf sem í svona smá kvíða ástand, ég er stressið eðlurfari, ég er með innri pressa á mér endalegust sem er ekki gott heldur nei. Þú veist, þannig að það er ekki þannig að fólk horfa á bara eitthvað, já, herrið, nú fer bara létt með þetta ég er bara daginn og ég segi, þú veist, að fólk er að bóka mig í fyrirlestur og annað, það vil ég bara fá greitt fyrir það og því að 3 dögum undan er ég að setja upp hefi-prógram og þið fá að sjá 45 mínútur en það er kannski lærdómur og bakveða, þú veist, einhver mjög langur lærdómur og ég standi og ég er búin að sofa illa daginn áður og ég er bara, ég hoppa yfir þessu í þetta og skilur mig þú ert ekki að kaupa 45 mínútur Nei, líka bara að pæla mig ég tengi við þetta, ég er mjög tens típa þegar kemur öll líka, sko. Þú veist, það er svona einhver fullkomnarorða held ég sem að fylgir þessu og maður einmitt að vera með í maganum fyrir svona en svo er maður samt kannski komið með einmitt, kannski einhver ákveðna tækni eins og þegar ég var alltaf að dansa, skilur ég tengi þetta við þar að þú veist, þú sást aldrei hvernig mér leið, skilur það er málið, það sér það enginn utanfrá þú heldur bara að ég sé það regni upp í neða á mér, ég er bara skilur, ég tengi við þetta það er eina sem þú átt að vita og þú ert bara með að æfa andlitið bara þetta er það sem ég er að fara að gera og ég ætla að gera það vel og svo ertu kannski skjálfandi á bak við hurðina áður með ferðin, en mér fannst ekki gott að nota holy Beyoncé trick og það var Sasha Fierce ég gera það líka ég er bara eitthvað önnur þetta er bara ekki Ástrós, þetta er bara eitthvað allt önnur pía og nú ætlum ég bara að vera hún og þá er þetta alltaf læg ég tengi þetta, ég hlust alltaf á Beyoncé hann í fyrir eitthvað svið, alltaf ég botna það bara eitthvað svona, það var eitthvað, hún talaði þetta bara, hún væri ekki hún sjálf á sviðinu og ég held að það sé svo mikið ég ætla að tengja líka mikið við það, þú veist, út af bara samfélagsmiðlum öllu, svo þú veist, þegar ég kannski með, þú veist, er mamma með krökkunum mig, ég tengi svo mikið það finnst það svo annað og mér, þú veist, þá er ég gett svona, ég veit ekki, ég er bara svo gett vulnerable típa, þegar ég er með þeim og þá er allt öðruvísi, allt öðruvísi og fólk heldur kannski að fái að þekka við alla út í þú ert svona opinbera samfélagsmiðli sem þú ert og svo ertu bara svo laukur, þú ert búin að sjá 1 lag eða 2 lög og svo eru 100 lög að það fyrir innan þetta er svona
þetta alveg svona áhugavert líka, en mér svo gott, þú veist, að þú segir þetta, því ég held að ógeðslega margir, og líka þú, Ástrós, að það svona, margir sjá eitthvað manneskja bara, vá, hún örugglega, og því ég hugsa oft bara, vá, hún bara alveg með þetta. Hvernig getur hún alveg fyrir framan alla og eðskilu og líka vera svona opið með margt. Mér finnst alveg, þú veist, það líka svo geggjað, þú veist, það styrk í það. Já, það styrk í það líka, þú ert búin að segja frá ótrúlega mörgu sem bara, þú veist, mjög erfitt líka bara að tala allan daginn, þú veist, og svo held ég líka maður vilja alltaf halda ykkur í feysi til þess að enginn sjáu hversu vonurmál getur orðið, en þess vegna líka oft í norminu þegar við vorum að taka viðtöl þá fengum við til okkar og fólk sem mér leit upp til eða finnst vera áberandi flott og eitthvað og það í hverjum einasta þætti, við tókum held í 130 viðtöl og það var í hverjum einasta þætti ég spurði alltaf, færðu þessa tilfinningu því ég tengi við það og allir það tengja allir við þetta og það var eitthvað það sem ég uppliði var bara við erum öll bara eitthvað með, þú veist, eitthvað front og það má alveg vera þessi, ég ætla ekki að mæta eitthvað og, þú veist, ég er fagmaður ég ætla að vera, ég er fagkona, ég ætla að mæta þarna og ég ætla að gera það sem ég þarf að gera og skila þau og líka sigurinn eftir að valdeblandi, þú veist, og mér fannst svo geggjað að sjá fólk sem ég hef litið upp til lengi, eins og ég meina bara Halla Tómasar sem er núna í fósturframboði, Halla Hrund, hún segir þetta sjálf líka stressuð og upplifir þetta en það er bara að mæta til leiks og sérstaklega spurði maður konur út af því að konur það er oft harkalar umhverfi fyrir okkur, þú veist, og við þurfum að berjast meira fyrir virðingunni og við þurfum svolítið svona, svolítið, já, og fólk taki marka á okkur og svona, þannig að því þurfum oft líka megum oft ekki taka feilspori, það er svona, já, hún er ekki marktæk, einhvern veginn, þú veist, og þannig að mér finnst svo mikilvægt að allir viti að það geta þetta allir og það er allir sem er með niðurgangstilfinningu í mann, skilur ég segi, ertu með skítasting? Ég spyr bara alla viðmælendur og ég veit ekki hvort að hlusta á normi, ég segi, ertu með skítasting núna? Og allir þau bara, já, ég var með skítasting. Þú veist, það tengja allir við þetta. Það freys, sko. Þú veist, þetta er normi. Því að það er svo gott líka að heyra að maður sé ekki eitthvað, því manni líður oft, þú veist, vá hvað ég er eitthvað ekki með þetta. Og veist, að þess vegna eins og að hlusta á normið, þá var maður svona, einmitt, ég er normal, ég er normal. Já, ég er bara, þetta er normið, þú veist, það er ekkert, skilur. Þetta er normið. Já, þetta er normið, þetta er svolítið svona, þú ert, það eru allir, það upplifa allir að vera stressaður og kvíðin og að vera kannski ekki, þú veist, akkur er ég að fá þetta verkefni og ég að skilja eitthvað svona imposter syndrom og eitthvað svoleiðis. Ég náttúrulega líka, þú veist, svo bjóð ég til krókódílinn. Já, einmitt. Eitthvað tímann, það var bara út frá því fór í hugleiðslu og fekk krókódílinn, þess að ástandi sem Sasha fyrst fyrir bara Beyoncé, ég er krókódíll. Og ástæðan fyrir að ég set mig í krókódílafíl er bara að ég man eftir ég var bara í hugleiðslu og ég fann bara ég var bara svona, mér finnst það töff dýr og ég fór að skoða það og þegar þið hlusta á tónlist sem er svona dum, þú veist, þetta er taktfast svona, þá er ég bara svona, þetta er krókódílatónlist og ég bjóð til playlista sem heitir Krókódíllinn og ég fer í krókódílaham og krókódíllinn er ekki harðhegðunardýr, það fer áfram þó það sé ekki með hópnum, skilur, og það þorir því og það býður oft í vatninu heil lengi og svo étur það veit ekki hvað það er að gera þú veist, svo kemur það og ég ætla ekki að tala sjáu hvað ég er að gera ég kem bara, ég ætla frekar að éta þetta verkefni aðeins og sjáur það, svo sérðu þegar ég éta þú veist, þetta er svona því ég er að fara på svið, þá er ég taktföst ég er róleg, ég er yfirveguð, þú veist þetta er minn krókódíll og því ég hlusta ofta á þessa tónlist áðurinn fyrir á svið eða ég er að gera eitthvað eða bara þú veist, þarf bara þetta pepp inn í daginn er að fara að þunga fundið eitthvað og fara að eiga við eitthvað, þá er ég bara svona finn ég sitt betur í sjálfur mér og ég finn svona meira öryggi, þú veist, ég er komin í karakter, þetta er bara, og ég er ekki karakter, þú veist, þetta er ég. Þetta er, ég er búin að búa til þannig, þú veist, þetta öryggi innir í mér og hann heitir krókódíllinn, svo heitir það bara eitthvað annað fyrir einhvern annan, skilja. En þetta sem ég fann svo cool er bara, ég elska tónlist sem er svona taktföst, ekkert ofaka bú. Þetta er svona ég hef hlustað á hana playlista þú varst með playlista á Spotify já, ég sett og það eru held í 900 okkar manns að followa núna þetta var fáránlegt ég var alveg ég líka bara, þú veist, mér finnst það svona ég var alveg oft sett það þegar ég kannski er að fara eitthvað og er bara ógeðslega stressuð og bara svona líður eitthvað bara svona, hvað er ég að gera eða eitthvað skilur bara að funda eitthvað og þetta er svo geggjað þú þarf líka að vera grimmur þetta er grimmur playlisti, ég er svona grimmari þú ert ekki að fara að fokka í mér ég er svona, ég er grimm þú ert ekki eiga ekki flestir svona lag sem er svona, kemur þeim í gýrin hvað er þitt lag? Mitt er pínu embarrassing en samt ekki það er Magic Mike lagið Ástrós, hvað er það? Skilur what, ég veit ekkert hvað lag er
Ég elska. Ok, þetta er bara main lap dance. Já, þetta er hana. Já, ég veit ekki. En þú ert líka svo, þú ert svo mikið. Já, þá byrja ég bara. Já, þú ert svo mikið þú ert náttúrulega, þú ert svo mikið svona kynverð og það er. Mér þarf, þegar mér langar að líða örugg, þá þarf mér að líða sexy. What? Vók það fyrir. En ég sé það í þér. Ég sé, þú ert líka bara löðrar, skilurðu, þú veist. Þú veist, ég þarf það veitir mér svona, ok, ég get gert allt. Mér finnst það geggjað. Skilurðu. En þetta er líka fyrst. Það hefur ekkert að gera endilega með eitthvað kynþokka samt. En það er svona, mér þarf að líða, það gefur mér þessi aspekt, gefur mér ógeðslega mikinn styrk. Og sama hvað aðstæður ég er að fara í, skilurðu. Þannig að Magic Mike. Vák það geggjað. Já, mér finnst líka sko við þetta, mér finnst svona svo jákvæð því að þú veist í langa tíma, veist, konur megi ekki að taka pláss og það er svo jákvæmt að þetta sé svona bara, þú veist, ég veit ekki, eins og þú veist að segja, mér finnst þetta svona, já, ég má gera svona, ég má vera svona, ég má vera sterkur, svo má ég líka vera bara viðkvæm æskilega, þetta er svona svolítið þannig, þetta er svona, því að mér finnst bara, sem betur fyrir þetta breytast, en mér finnst svo oft svona, þú veist, konur eru, eins og við vorum að segja áðan, það er alltaf svona eitthvað, ef hún gerir eitthvað, þú veist, þá er hún bara það er alltaf verið, mér finnst alltaf verið að setja okkur kassa. Já, líka það, skilu. Alltaf þessi kassa, bara hvað gerir þú og hvernig, ég er alls konar. Já, bara, hvað er ég ekki, skilu. Þú veist, þetta er svo. Mér svo þetta, þú sé ég sagði, svo þetta skilgreina, hvað er ég veit það líka og ég held ég sé ennþá að finna það, sko. Já, þetta er líka bara svona ógeðslega pirrandi spurning. Já. Maður er eitthvað svona, ok, ég gerir þetta, en ég gerir þetta og þetta og þetta og ég gerir þetta og þetta og þetta, en það skilgreinir mig samt ekki. Nei, já, þetta er eitthvað svona, ég held líka í mann því að ég var yngri áttu auðveldara með að svara þessar spurningu. Já. Það var bara eitthvað svona, ég er þetta, þú veist. Svo eitthvað því meira sem ég fer dýpra inn á við að læra á sjálfum mér, ég svona, hvað er ég veit það ekki. Nákvæmlega, þetta er bara erfitt, sko. Þetta er, já, heyrðu, mér langar svo að smakka þetta kombucha sem komst með. Já, ég lega að smakka. Heyrðu, og ég gera svona, er þetta get satisfying? Jú, þetta er svo asmir, þannig. Þetta er eins og summersby. Þetta er eins og summersby? Já, en þetta er ekki áfengt, en þetta er svo gott fyrir magaflóruna. Hvað heitir þetta? Gini? Nei. Þetta er Gini og fæst í kringlunni. Krónunni. Fæst í kringlunni? Já, fæst í kringlunni, farið með kringluna. Gini. Þetta er svona Gini in a bottle. Já, þetta er bara, málið er, ég er algjör kombucha svona. Jú, smakka. Já. Ertu sýklafóku? Já. En það er alveg læg, sko. Mér finnst alltaf að þú spyr, en fólk sem ég svona þekki ekki, ég var svona Er einhver að spyrja þig? Nei, það meira kannski, munið ekki að maður er í menntaskóla, bara má ég fá sopa og ég fæ bara svona, ég mátt eiga Já, það er ógeðslega fyrirlegt. Já, ég lendir þetta ekki á. Já, það er nefnilega erfitt að bragðið, þess vegna fannst mér þetta svo geggjað vara, út af hún svo geggjað bragðið og þú ert að fá þetta functionality, það er bara gott fyrir magaflóruna. Af hverju á maður að drekka þetta sér? Já, neina að segja Sko, góðgerlar, þið veitum bara hvað góðgerlar gera fyrir magaflóruna. Þú veist, ónæmiskerfið okkar býr bara í maganum. Og geðheilsan okkar býr í maganum og ef við erum með lélega magaflóru þá erum við kannski andlega ekkert sérstak heldur á því þú veist, og þá erum við oft veikari og bara húðin okkar verið leiðilegri og bara allt það er bara allt að góða býr þarna í þessum grilljón gerlum í maganum og oft er fólk kannski búin að eyðileggja þessa gerla með kannski sýklalyfjum, einhverjum maturum sem er ekki góða fyrir okkur og unnum með einhver of mikið efnum í þannig að það er svo gott fyrir okkur alltaf að vinna í því að styrkja magaflóruna. Það er geggjað. Og mér finnst þess að svo geggjað út af því nú er ég bara búin að styrkja magaflóruna mína í góðum drykk, skilur ég, bara svalandi, góður drykkur og ég bara veit að ég er að gera vel við mig. Þetta er ángríns, ég veit að oft svona fólk er að drekka eitthvað svona djúsa og er bara, þetta er æði fyrir, en þetta er ángríns, þetta er ógeðslega gott. En ég líka... Mér finnst það að fólk segir eitthvað sé gott og ég bara... Eins og með eplaedik, það er mest... Já, ég elskar samt að taka, en fólk sem er bara svona... Þú veist, blikkavalla, ég er alveg svona þar moment eftir að taka skot, En ég tengi alveg við þá, ég er líka svona gælla, sko, ég er svona gælla, ég bara gera það sem er viðbjöður ef ég þarf að gott fyrir mig. Ég er samt... Það þarf að vera skotið eitthvað. Það þarf að vera, já, ég geri það, þú veist, þá bara ég ekkert eitthvað og ég ætla að reyna að njóta þess, ég geri það, þú veist, ég er meira þar og mér finnst nefnilega, ég hef náttúrulega prófað alls konar kombucha og ég hef drukkið oft bara til það gott fyrir mig.
þetta actually gott að bragði. Já, ég sammála. Þetta actually mjög gott. Ég var smá stressað að smakka þetta því að ég vel að smakka kombucha og maður þetta einum og mikið. En mér líka oft ég kem með að leifa vinkonum mínum að smakka það svona, nei, já, og svona kurteisi svipur, skilur svona, já, ég skal smakka þetta, já. En ég svona, þetta mjög mikið samspil. Leiðu smakkar þetta, þú veist, ég myndi aldrei pína á hann, En við sko, þú komst með kombucha handa okkur, við komum með gjafir handa þér, sem eru reyndar á gólfinu, þið sem eru að horfa, það þannig að við nefndum ekki að hafa þetta. En það var óslega gertilegt, það var hérna nývara, gútt, hvítsúkulega, minn góður, hvítsúkulega, já, og líka þið voru náttúrulega að koma út með hnetusmjör, þú voru náttúrulega hnetusmjörs kona, það ekki, það er nefnilega sumir sem borða ekki, en ég elska og við letum við fá crunchy og svona smooth, þannig þú getur valið hvort típa þú ert, en mér finnst sko hvíta súkulega og setja hindbera eitthvað svona út og grauta eitthvað, það er ángríns, þetta er svona eins og hjónaband sko, þú veist hvítsúkulega og hindbera, jarðabera eitthvað. En ég ætlaði að spyrja, hvernig er það að nota hvíta súkulega? Ég var alveg þegar ekki að setja bara brauð, þú veist. Nei, ekki svo dökkan, en svo líka örgulega hægt að gera jarðabera svona frosinskilu, ég held að það sé. Já, þú ert, þarna kemur sexapílið þitt þannig aftur, það er alveg harfið sko. Mér finnst það bara geðveikt. Það er að nota svo, og það er geggjað, ég gerir stundum bara svona hita aðeins og þetta verður svona drizzle eða skilur, það er geggjað. Og síðan, út af því að þú ert með einn lítinn gaur, Henning, segir það ekki rétt? Jú, Henning. Já, Örn, mér finnst það svo falleg. Æ, takk fyrir. Líka sko með strákana hérna heita, er ekki lagi að segja hvað það heita? Jú, alveg bara. Sæmundur Hrafn, Hólmbert Brím og Henningar. Já. Mér finnst það ekki að falleg nöfn. Hann heitir Sæmundur Karl. Hólmbert, já. Já, ok, já, ópsýruglest. Ég er allt í góð, ég er bara, nei, passaði þið. Ekki gera þetta aftur. Ég er alveg með þetta. En ég var líka bara, ok. En þú ert alveg með þetta, ert að grínast. Já, alveg með þetta. Ég er bara ánægð með þið. Ég er bara áhuga manneskja nöfn. Eru þið ekki þannig? Ég elska. Þegar þú varst nýbúin að eiga, ég er svona, hvað ætla hann heiti? Já, ég er svo líka. Þetta er svo gaman að bíða og heyra hvað fólk skýrir. Sérstaklega það er fólk, mér fann þetta líka þegar ég var að fara að skýra. Þú ert að fara að skýra eitthvað people knew. En mér finnst líka bara nafnið okkar er statement. Við erum bara, og að tala þú veist, hérna, að nafnið okkar sé það hljómfyrsta sem við heyrum, þú veist, þegar einhver veit nafnið, þá er þetta svona, takk fyrir þetta, þú veist, einhvern veginn, þannig að mér finnst þetta líka ákveðið trademark, mér finnst þetta ákveðið, þú veist, markasetningar sjálfur þú veist, hvernig þú tekur við nafninu og leyfir þér að lifa upp í það, skilur hvernig þú túlkar það hlýtt, það sterkt eða, þú veist. Mér finnst það svo fyndi að því, þú veist, mér finnst þetta svo mikil ábyrgð. Já. Að velja nafn fyrir einhvern, af því að, þú veist, ég til dæmis þoldi ekki Ástrós þegar ég var yngri. Það? Ég bara þoldi það ekki. Og mér finnst þú svo eitthvað. Þetta er rosalega fallegt íslenskt nafn, skilur, þú veist, Ástrós, en ég bjó svo mikið erlendis líka. Já, það er náttúrulega erfiðara. Og það var bara, ég var bara, ég átti að heita Jasmín. Right, Jasmine. En pabbi bara, nei, þetta er eins og eitthvað Disney-prinsessa. En sko málið er samt annar. Ég heiti ekki nokkrar Ástrósar, þú veist, Ástrósar. Já, og þú heitir Ástrós Trausta. Þetta er svona, þú veist, þetta er svona, þú veist, þetta er svona En samt er Ástrós svona pretty. Já, þetta er svona pretty, svona kemur svona einhvern veginn, og þú veist, og mér er svo geggjað, þú veist, þú ert bara, nafnið þetta er ef við skurðum, þú ert búin að gera það líka þú ert svo karakter, þú ert búin að gera nafnið svo ógeðslega flott, þú klæðir það, skilur þannig að hérna, og Guðrún Sörstid mér finnst þú eitthvað svona, mér finnst þú svo Matilda Djörf, þú ert svolítið svona, þú veist eitthvað ég veit það ekki, og mér finnst þetta svo mikið treyt, þetta er bara og þú klæddir nafnið, þú veist það er margar sem, það er Ástrós bara einhver og ég er bara svona, já, hann er Ástrós, en þú ert Ástrós Trausta, þú ert búin að klæða það, skilur þú heitir það öðruvísi. Þetta gett flatter me. En það er bara, en það er bara gaman líka að pæla í svona nöfnum, sko. Ég bara elska. Þetta er skemmtlegt, sko. En við erum nefnilega, því að þú átt 3 stráka og þinn yngsti, hvað er hann og hann gamall? Hann er að vera 4 mánaða. Oh my god, hann er svo lítill. Hann er bara lítill. Mér finnst það sko nýfættur, en samt, þú veist. Hann er nýfættur. Já. Það er bara, lífið er bara hraðar að gerast og eignast með hverju barninu, sko.
og hann, jú, bara, þetta alveg óþægilegt, sko. Þetta svo mér finnst ég alltaf að eiga litla barnið. Já. En það ekki þannig lengur. Skilur, en ég leik þannig líka þegar ég með 5 ára stráki. Ég á lítið barn, hann 5 ára, sko. Í miðja mín, skilur, þú veist, þetta alveg. Ég á litla barnið. Og ég líka ennþá 17, skilur. Þetta bara eitthvað svona, maður bara eitthvað í ykkur svona. Ég sendi mitt á, ég sendi TikTok á Birgitta því við erum alltaf að tala skilur, af hverju, það var samt í TikTokinu bara, af hverju fólk ekki meira sjokkt að ég sé ólétt? Þú veist, I'm a teen mom. Why aren't people shocked? Mér leys á þannig, bara 16 and pregnant, sko. Já! Og það voru allir bara, bara eins og það ekkert verið eðlilega. Að ég væri bara ólétt. Já. Bara að vera móðir. Þetta var líka örugglega tilfinningin ykkur. Ég man eftir, ég var ekkert ég held að Sæmi minn hafi verið, þú veist, 5 daga eitthvað, ég fór til búð og ég var að leita af, döfumbundum. Og ég stend svona og svo sagði ég hvað, Guð, ég mamma. Ég mamma. Mér svo skrítið að segja ég mamma. Já, það svo skrítið. Mér finnst að allir, þetta líka okkur treyt. Hvað þarf ég að vera til að vera mamma? Ég var með eitthvað fyrirfram ákveðna hugmyndir það, sko. Ég var eitthvað, þetta ég þarf að klæða með öðruvísi. Eitthvað svona. Mér finnst það oft þannig að ég er svona, ég má þetta ekki, ég mamma. Þú veist, ef maður gerir, þú veist, ég er oft svona, mér finnst það svo erfitt í tókstyrið og maður svona, vera þessi, svo ég alveg bara svona, já, skilu, það er erfitt að finna, ég bara átti mestu tilvistakreppinu með Sæma, ég hendi öllu fataskapnum mínum. Ég bara, hver er þessi gæla? Hún er farin, þú veist. Svo var ég óslega mömmuleg í smá tíma og ég var bara, ég er ekki að fíla, ég var eitthvað svona, ég veit ekki. Mér finnst þetta einmitt, að og ég er ennþá pínu, en ég finnst ég samt svona aðeins að setla betur inn núna, að tók mig ókslega mikið tíma að finna mig eftir ég var móðir. Og svona nýju mig, ekki bara tilfinningarlega, skilur líka með þetta, bara svona hvernig maður klæði sig og bara svona, þú veist, það breyttist rosalega mikið og svo stundum finnst mér ókslega gaman að vera líka bara svona svolítið eins og ég var áður, en samt stundum ekki alveg. Þetta svona, þú ert að finna þitt flæði. Sammála. Þetta alveg þannig, sko. Ég mitt upplega líka, minnst ég ennþá vera þótt að strákur minn 19 mánaða, skilur, yngra barnið mitt. Veist, ég er ennþá bara svona, mér langar bara að breyta öll, eða skilur, það tekur alveg tíma og maður svolítið lengi held ég sem, þú veist, ný mamma, maður gefur sér oft ekki ná mikið mildi að tekur líka bara tíma að bara finna sig aftur, sko. Maður bara, og ég hugsaði, þú veist, mér fannst það að vera þannig, eða mín reynsla þú veist, ég veit ekki hvernig, hvort annað fólk sé upplifað það, þú veist, fyrstu svona 2 árin ég bara veit ég ekki sem í hverju ég fatta ekki fyrir en eftir 2 ár, þá ég bara, wow, ég fatta ekki, ég var bara eitthvað svona ekki ég, einhvern veginn og finnst mér svona vera að fá mér svona svolítið tilbaka 2, 3 ára einhvern veginn þú veist, og svo núna fann ég að samt þessum Holbert, það fór ég aldrei almennilega aftur alveg tilbaka og svo veit ég ekki hvað gerist núna þú veist, verði bara allt öðruvísi og líka bara, þú veist, mér finnst bara maður líka að tala það, þú veist, maður bara líka maður allt öðruvísi, þú veist, hann beitir svo öðruvísi, maður ekki sterkur, þú veist og einmitt, manni finnst maður ekkert eitthvað gett kynþokkafullur, þú veist, eitthvað erfitt, ég er að segja eftir þetta skiluru og ég man eftir því ég horfði á heimildarmyndanum Beyoncé fyrir fyrir Coachella og það var hann að segja bara eitthvað, ég komst í þetta eitthvað við Jay-Z og ég eitthvað, oh my god, hún að hugsa svona ég var bara, og hún sagði bara, mér langaði að finna og hún talaði líka það á plötunni sinni EXO og hún ætlaði að finna kynþokkan sinn aftur hún sagði bara, mér langaði og ég var bara, hvernig meinar hún löðrar í kynþokkan sem kona bara, hvað meinar hún þurfa að finna kynþokkan sinni aftur en hún upplifði það sama og mér finnst það svona pínu svona viðkenning fyrir okkur að við megum líka bara finna það, skilur, og vera og syrgja það og það má alveg finna þú veist, og segja bara upp á tæru, ég er ennþá að leita því, skilur. Váka það góða punktur, ég held að margir upplifa þetta og vera bara svona, núna er ég bara mamma og bara fara í rullukraga og bara, þú veist, flýspeysuna svona góðið, þú veist, flýspeysuna miklu líka við, skilur, þessin líka svo mikið, þú veist, það bara í lagi að vera, skilur, maður má líka vera bara sexy og skilu og vera bara alls konar sko mér finnst það mjög erfitt að líða ekki þannig ég var svona alveg bara fannst svona þetta svo eitthvað sem gaf mér ógst að mér power bara átti ég ekkert lengt og svo tekið af mér og mér leið bara ógstlega mér fannst þetta allt gett erfitt en svo bara svona allir bara þetta kemur og svo núna er ég bara
Þetta er koma. Já. Þetta er þér, já. Ég bara, það er svo geggjað. Það er svo empowering. Það er svo ógeðslega empowering og þá bara svona einhvern veginn svona, ok, let's go. Og þetta er líka Ástrós sem er partur af þér. Þú veist, þetta er eitthvað líka svo sagt við kraftiðin í, krafturinn kom þaðan, þá er það erfitt eitthvað svona, hann er dofinn. Þetta er svo mikið í þessu, sko. Ég bara... Alls konar tilfinningar. Já, og líka bara, en, sko, út af því ég var að reyna að gefa þér gjöfina. Strákanir og... Nei, ég var ekki búin. Við ætlum líka að gefa Henning litla, ótrúlega snið nýtt frá fyrstu spórunum sem heitir, mér líður eins og maður segir bebido, en það er svolítið spænst. Bebido? Já, þetta er brestmerkið. En þetta er sko brestmerkið. Þetta stóð bebido. Já, bebido, já. Og þetta er sérstaklega hanna til að styðja undir hana baby led weaning, sem er svolítið mikið núna, þú veist að börn eiga svona gera sjálf svona, sem er ótrúlega skemmtilega tímabil. En þetta er geggja því þú getur eiginlega svona klætt stólinn, eða fattaru? Þannig dettur þetta bara á þau, skilju. Smekkin, ok, þú veist, hvað var þessi uppfinning, hvað ángríns, það er ekki að fara, skilju, út allt. Storkna hrísgrón á gólfinu, þú ert eitthvað svona, þú veist það maður er bara guðkvæmt pyrrandi. Við vorum að tala um þetta í senast að ég gerði chíagraut, mestu mistök, svo svona var ég bara þrýfið eftir, chíagraut, þau bara svona, þau festast með rótum, ég var bara á parkettinu bara, oh my god, þetta er bara svona, það var ekki sjá tíkt og fólk er ekki growing chia flower, þetta er þannig, þau bara full on rætur í parkettinu mitt, sko, ég bara, oh my god, hvað er í þessu, þannig vonandi nýtist þetta, því að börnin okkar hann aðeins stærri, skilur þú veist, ég er bara það er fullkomin ég er ógeðslega hann er að fara að fyrir að borða það hann er að detti það en mér langaði líka að spyrja þig af því að við erum með svona nýjan lið í mömmulífinu sem við kallum svona Monday wellness tip af því að við þurfum að finna ég er svo, ert þú kannski með eitthvað íslenskt mánudags sjálfstrýtiði já, eitthvað svona, það getur verið eitthvað þannig það meika mér sens ég er nefnilega að reyna að vinna í slettunum mínum sko. Þetta er hræðilegt hjá mér sko. Ég fæ svona mánudags heilræði en það er líka svona það er ekki ég vil aldrei segja það það er líka eitthvað svona ekki þú sjálf ég er bara að hlæja því að vinkonum mér var og Ástrós slettu mikið og hún notar bara ensku orð sem hún veit að hún getur sagt á íslensku bara this table, bara akkur segir hún ekki bara borðið vinkonum var bara akkur hún að segja allt ensku þetta segir mér líka hún var bara drulla yfir þig ég er að djóka en vitið það, mér finnst það bara miklu meira vibe ég veit það mér finnst það bara, ef ég gæti tala bara ég gæti verið bara valley girl ég held ég sé með eitthvað inn í mér sem er bara eitthvað reyn að tala íslensku skilja bara en ég held að sé að sko vinkonum sem sagði þetta hún er ógeðslega svona, hún er mjög góð í íslensku og pappin er íslensku kennari ég er ógeðslega fyndið, sem er bara svona íslensku og þau eru sármókuð yfir ég tengi og við fengum oft ábendingar þetta og ég hugsaði líka bara ég er að reyna að tjá mig svo ertu þegar þú ert komin í flæði þá fattar maður hvað maður er byrjað að taka eitthvað inn og það er bara eitthvað svona allt efni sem maður er að konsúma að neita er að neita, er á ensku þannig að það er bara eitthvað svona það verður bara partur að orðaforðan sérstaklega hjá mér sko, ég er bara en ertu með eitthvað mánudags ráð heyrðu, ég var að hugsa þetta ég fekk góða svona tíma nættjók ég sko það sem kom núna upp í hugan á mér, ég var með eitthvað annaðan en það sem kom upp í hugan á mér er þú veist, við erum svo rosalega konur eru oft svo mikla streitufurur og sérstaklega út á hormónakerfinu er að við erum oft með svo mikla vöðvabólgu og og það er bara versta bara fyrir bara ónæmiskerfi okkar og allt sem að bara upp á margt í líkamannum að það sé vöðvabólgu, ég held að þetta væri svona frekar svona bara skiptir ekki máli þannig að skiptir ótrúlega miklu máli að gera okkur einasta degi teygja þú veist, og líta og þú nærð vöðvanum, þú veist, nærð betri tengingu á vöðvan ef þú lítir upp sérna meðan og eiginlega þú átt að geispa þetta smástund, þú ert að kveikja á vakusnervinni vakustöginni og gera þetta báðum okkur svona okkur einasta degi áttu út í þetta líka slakar á kerfininu þannig að þú byrjar ekki kortistólsprengju eða streitusprengju að fara inn í daginn þú setur af hverju er svo mikil munur því að það augun upp ég finn legit mun þá ert að
þá ertu í rauninni að nutta þessa taug og ég mæli mig að gera þetta okkur með einstegi, það er bara út af því að ég hef eitthvað ekki lengi það? Það er eiginlega þangað til þú finnur stundum að þú eru að geispa. Já, þá er boðið komið, það má slaka á líkamanum og þú vilt byrja daginn og við viljum ekki fara í daginn í streitu og keyra upp streitun okkar, það er bara það versta sem við gerum sem konur. Já. Þú veist, það er En mér langar svo að spyrja, þú veist, því þú ert svo vitur, þú ert svona, af hverju hefur svo mikið, þú veist, hefur alltaf verið bara sem þú varst lítil og fórst náttúrulega í Dale Carnegie snemma. Þú veist, þú hefur svo mikið áhuga bara, þú veist, ég var að fylgja þér þegar þú varst í bloggar á Femmið, þú var lengi verið, skilur bara svona, þú veist, bara mæli með þessari gulrótasúpu, hún er góð fyrir ykkur, eða skilur, þú er svo lengi í þessu, þú veist, hvað, mér langar svo að vita af hverju, þú veist, ertu sko, ég held bara, ég hef oft verið svona, ég veit ekki, detton í svona kanínuhólur og því ég fæ áhuga á einhverju og það er oft snýst rosalega mikið að líkamanum okkar og hvernig við getum, og ég er svona praktísk gæla, ég vil bara svona kvikk, vel og vita og það má ekki segja eitthvað húpi glúpi við mig, bara þetta er svona, ég er bara svona af hverju er ég að gera þetta og þegar segir þetta er svo gott að teygja, ég er svona já en af hverju þannig að það segir mér af hverju það er gott að teygja og bara þessi teygja, það var líka sagt bara svo gott fyrir að teygja svona hálsunum út af vöðvabólgu en af hverju, þú veist ég þarf að selja mér það og þegar ég hugsa að því ég er að teygja hérna og þegar ég lítur upp þá ertu að snerta vakustegina og þá ertu í alvörunni að ná róa á kerfi og bara þetta litla skref er að koma kerfinu inn í ákveðið ástand og strax búin að gera eitthvað gott fyrir líkamæn. Þú veist, you need the why. You need the why og ég er bara þannig líka bara til þess að ég haldi í vana. Af hverju er þetta vani hjá mér? Af hverju er ég að gera þetta? Af hverju ger ég þetta? Annars nenni ég þess ekki. Það er líka óslega gott að ráða að finna, þú veist, af hverju maður er að gera hlutina, þú veist, ekki bara gera, þú veist, eins og margir, þú veist, þú veist, ef mann ekki fara út að hreyfa sig, en reyna að hugsa, þú veist, út af því að mann er langar að líða betur og er að styrka kerfið sitt og allt svoleið. Ég held samt að þetta sé líka svolítið forvitni hjá þér. Rosalega forvitni. Forvitni alveg bara, þú finnur ekki forvitnar mannsku og bara, þú veist. En sko, talandi forvitni, þá svona eitthvað sem okkur langar ótrúlega mikið að fara í með þér er hormónakerfið. Já, einmitt. Og ég til dæmis persónulega veit ótrúlega lítið, skilur, veist, og ég held að séu ókslega margir sem eru með bara eitthvað svona, já, en samt veit ekki, ég veit ekki neitt, sko. Ég held, sko, bara, ég var að tala um þetta við vinkonum minna daginn, við hittumst í svona afmælissteinir hjá vinkonum minni og það veit enginn eiginlega neitt. Þú veist, ég veit samt að ég á að vita það og mér langar, þar er ég mjög forvitin og mér langar svo að vita meira hvernig það virkar, þú veist, umfram það að ég fer kannski, þú veist, ég veit ég fer túr einu sinni í mánuði, skilur. Já, nei, þú veist, og þetta er það sem að... Ég veit það. Það er líka, sko, ástæðan fyrir líka er að ég fer að kolfa mig svona inn í hormónakerfi. Ég er ekki sérfræðingur, ég vil taka það fram og ég er ekki læknismenntuð en eitt svo leið, sko. Ég meira bara, eins og tala áðan, bara svona praktíst hvað er ég að gera og af hverju er ég ekki búin að læra þetta. Og það koldi mér inn í hormónakerfisumræðina er út af því ég var í hormónaójafnvægi og ég vissi það ekki. Og svo er ég að þjálfa rosalega mikið, bara einstaklingsþjálfur líka er stjórnendur og bara oft mikið af konum og var að vinna þess með virk og eitthvað og allt í einu sé ég 70% kvenna, en 70% fólk sem sæki virk eru konur, af hverju? Þú veist, og svo sé ég allt í einu að það er rosa mikið hormónabörnátt og ég bara vissi ekki að börnátt tengdist hormónum. Og ég held alltaf að svona hormónar getur verið bara svona breytingaskeið og ég hugsaði breytingaskeið og ég ætla ekki að pæla þessu núna, breytingaskeið einhvern veginn, þú veist, einhvern veginn bara langt á undir það og ég þarf ekki að pæla í þessu og ég gerði mér ekki grein fyrir því að ég stjórnaðist algjörlega af hormónum þegar ég fór að hvolfa mér inn í þetta bara að jú, við erum náttúrulega kallmenn eru með 24/7 bara klukktíman, þú veist, þeir eru ótrúlega jafnvægi, þeir eru með testistórin eða bara svona rosa jafnvægi og þess vegna eru kallmenn oft kallað svona laboratorarnir og konurnar svona frekar eins og kísurnar, skilur og þeir eru miklu jafnar og þeir fungera betur í þessum 24 stundar ramma þeir eru meira orku til að halda í við hennar ramma. Er það þá meira bara svona, þú veist, 8-4 vinnu þá? Já, 8-4 vinnu bara að vera on allan daginn, já og sko og ég vil alls ekki segja þetta þannig að við séum ekki on allan daginn út af því við afröngum oft tölvört meira heldur en þeir, en samt eru við að keyra á okkur. Já, við finnum meira fyrir því en látum aldrei neitt vita skilur við. Og við erum sveifluverur. Við erum hormónar okkar sveiflast svona. Já. Mjög mikið og við getum bara þetta Sigga í daginn og Bjarni hinn daginn og við bara getum verið sikkur típan eftir hvað hormón er í gangi líka á okkur sko.
og í hverju sveiflu eru ótrúlega margir og fallegi styrkleikar. Við bara gleymum að fagna því, þú veist, og við erum alltaf að tala eitthvað, út í það alltaf verið að lasta konur fyrir að byrja túr, eitthvað svona eftir túr. Einmitt, bara... Eða vikuna fyrir það ég alltaf bara svona, já, að koma, skilju, maður bara... En þá ertu líka í ákveðinni sveiflu. Alveg 100 í einhver ástandi, sko. Já, og þú þarft að í rauninni að, gera hlutina rétt fyrir þig í þeirri sveiflu. Og þetta eru 4 sveiflur. Ok. Já. Þetta eru 4 sveiflur, þetta er eins og sumar, vor, haust, vetur. Þú veist. Ok. Bara alltaf í hverju mánuði? Þetta er bara í hverjum einasta mánuði. Hringurinn ykkar er cirka 28, getur verið lengur, þú veist, meðast kannski svolítið við mánuð. Og þú ert með 4 sveiflur alltaf í hverjum einasta mánuði og stundum þú ert á ljótunni, þú ert alltaf einu sinni mánuði á ljótunni. Það mun alltaf vera þannig. Út í hormónarnir fara það mikið niður að húðin verður bara skrjáfaþurr og leiðileg og bólustundum eða þú veist eitthvað. Og þú verður blótitt alltaf einu sinni mánuði ef þú ert í hormónaójafnvægi. Sumir ná að sleppa við það en mjög margar konur upplifa hormónaójafnvægi, þú veist, ákveðnu sveiflu. Þú getur verið eitthvað feeling yourself, þú veist, einn daginn svo ertu bara, hvað er í gangi? Ég var ekki að sæti í gær, áttu bara allt í ljóti í dag, skilurðu. Það er bara hormónasveiflur. Og þetta er þess að 4 skeið, ég skal bara fara með ykkur í gegnum þetta. Já. Herri, ok, þetta er þess að 4 skeið. Og eftir túr, þegar þú ert búin að blæðingum, þá byrjar í rauninni nýr hringur. Það heitir, follicular phase, eða þú veist, það heitir á íslensku sko eggbúsfasi. Mér finnst bara ofta þægilega að muna þetta á ensku. Ég var skömmuð fyrir það, en ég myndi þetta betur á ensku. Ok. Og þetta er svolítið vorið. Þetta er ástíðin svona vor og þú ert að fara, þú ert alveg að koma úr túr, þá ertu bara alveg í lágmarki hormónum og góða hormónuðinu. Til líður ekkert sérstaklega vel, þú ert að losa. Svo ert að byrja núna vorið og það er að koma eins og þið viti hvernig vorið er, það er að koma aftur svolítið grænt, það er að koma aðeins hlínar og það er að vera svona ógeðslega næs og þetta er svona að rísa og þarna er estrógenið ykkar að rísa. Estrógenið er hormón sem er gott fyrir húðun okkar, gerir húðuna fallega, þú veist, gefur okkur orku, rosalega orkuhormón, þú veist, og gefur okkur jafnvægi, andlegt jafnvægi, þú veist, þetta er alveg bara svona, og þetta er oft notað, þetta hormón er oft notað í hormónuppbótarsmeðferð fyrir þær konur sem að fara á breytingaskeið og við missum þetta hormón. Við komum alltaf til með að missa þetta hormón. En maður spyrir henni, segjum að ég sé á túr bara í, 4 daga en ekki heila viku. Byrjar þá tímabilið eftir vikuna eða svo 4 daga? Nei, bara leið upp túrin þinn er búin að hættir að blæða, þá byrjar þetta tímabil. Já, það byrjar að stíga upp. Ok. Og það er bara misjæft eftir konum. Já, mismunandi. Og svo máli líka annað, svo heyri ég, þú veist, fólk sem er með PCOS og endometriósi, þetta er ekki eins. En nú er ég að tala fyrir konur sem er með eðlilegan tíðarhring og ekki vandræðum og það er ekki það mikið hormónaójafnvægi og það er eitthvað svona vesen sem þarf þá að skoða, þú veist, ég er ekki sérfræðingur í því. Það þarf að fara og tala um kvensjúkdómalækni og allir ættu í rauninni að vera í samstarfi við svona kvensjúkdómalækna. Og ég mæli með Gina Medic, þeir eru rosa mikið að vinna með þetta að fræða. Er svona batteri fyrir það. En sko, estrogeni er eitthvað svona, ég var alltaf bara svona, ég var alltaf að vera estrogen alltaf. Bara þetta var það næst, það húðin svo sjúklega sætt og þú ert svona eitthvað að rísa í orku og gert kraftmikil og eitthvað svona og þarna máttu líka æfa öðruvísi þarna og þú veist, og ef þú ert að, ég myndi aldrei, þú veist, þú átt ekki að fasta sem kona, þú veist, það er ekki gott fyrir okkur en þú mættir raunis fasta þarna á þessum tíma, þú veist, og fara í þessu, menn og ert að fá leikjular og þarna er svona vorið að koma og þú ert að stígu upp og það er óslega gaman, það er óslega létt og eitthvað svona og þarna er líka, þú veist, það er margt þarna í þessu sem er svona, þú veist, það er gott að borða þarna, þú veist, brokkoli, bara, kimchi, eitthvað svona sem er svona grænt og létt og þú kemst upp með meira léttari mat þarna, svona salat, þú veist, eitthvað svona, þú veist, og oft ert ekki mikið svangur á þessum tíma og líka menn er komið svo mikið orkuhormón, hann er að keyra því en ekki, þú veist, bensíninu. Og og svo líka, þú veist, að svona, það er oft talað líka fræ sem er gott á þessum tíma, fræ sem að gera okkur gott á þessum tíma, það er, þú veist, graskisfræ, þú veist, og þau auka líka kynorku, þú veist, og herfræ, og þú veist, og þau skrúpa svolítið svona meltingavegin, en þú veist, á þessum tíma, svona, það sem að gerast á þessum tíma er svona, sköpunin rosa mikil. Og þú ert orku meiri, þá er sköpunin, þú veist, þannig að þú getur reyni ef ég vinn svolítið í kringum, ég er ekki að segja 100%, ég er eitthvað, nei, ég get ekki tala við þig í dag út af því ég er að fara bara í túr, þú veist, ég reyna að vinna, bara ég er að gera nýja verkefni, vöruþróun eða eitthvað svona, ég þarf að nýta sköpun og kraftin, þá reyni ég að bóka fundina mína, þannig ég sé, succeeding, skilurðu, og ná árangri með það.
og þannig að þarna á þessum tíma þegar þú ert nýbúin á túr þá ertu miklu betri stakk búin til þess að tækla, þú veist, bara gerum eitthvað nýtt, eitthvað svona sköpun og eitthvað svona og svona kraftur, þá er þetta alveg geggjað fyrir það. Og svo ertu með sko, og líka það, estrogenin náttúrulega hjálpar, þú veist, hjálpar svona, gerir meira kollagen frá húðin ykkar. Þú veist, þannig að þið er að fara á sætuna og það er að rísa upp og svo kemur, ovulation, egglos. Já, egglosi þarna ertu peaking, sko. Þarna ertu að fá bara alveg upp í bara, ég get það svona svo, þarna ertu komin í sumarið, þú veist, þarna ertu bara, og þarna kemur prógesteron inn. Þetta eru 2 hormón, estrogen og prógesteron. Og þarna er komið þessi 2 hormón og þau eru koma og þau eru að vaksa upp og þarna í egglosinu, þarna bara gera rannsóknir að strippara þéna meira á þessum tíma. Já. Oh my god. Út af því að þú ert bara feeling yourself. Það kemur ákveð svona sex, svona, þú ert með meiri kynorku, þú ert í svona, þú ert að, sko, prógesteróni talað eins og svona jafnarhormóna þitt, þú ert svona jafnar í skapinu, líður betur og þú veist, bara, já, það eitthvað meiri serotónuframleiðslu þannig að þú ert svolítið svona jafnari, þannig að þú ert í bara hámarki í geggjum 2 hormónum, ógeðslega næs. Og þetta eru fyrstu 2 vikurnar. Já, þetta eru fyrstu 2 vikurnar cirka, ef þú miðar við mánuðin, ef þú ert í mánaðar. Segjum það, þú veist. Þannig í rauninni er þetta, þú veist, stundum, og svo fer eftir hvort þú ert í hormónujafnvægi ekki. Ef þú ert ekki í hormónujafnvægi, þá kannski stundum köttast egglósið þitt ekki og er ekki jafn sexy eins og þú vildir hafa. Þess vegna er svo gott fyrir okkur að hugsa okkur í takt við hverja sveiflu fyrir sig, skilur. En hvernig veit ég hvað sveifla, segjum að ég sé bara ekki á vikutúr, skilur, og ef ég ætla ekki að horfa á þetta endilega bara í vikum, hvernig veit ég að hver og einn sveifla, ef hún byrjar leið og ég er bara búin eftir 3 daga, 4 daga túr, hvernig veit ég hvað hún er lengi? Sko, þú getur náttúrulega verið með egglósmæli, en mér finnst ótrúlega gott fyrst bara að byrja fyrir alla að bara fá sér svona eitthvað app sem að þú getur sett. Ég var á túr og er einkennalisti. Þú veist, fekk bólu. Ég hef ekki séð, ég var með flow og Clue og eitthvað. Þú veist, og ég var bara í marga mánuði búin að dokumenta hringi minn. Og mér finnst bara svo gott að sjá líka mynstur. Ég skrifaði, þú veist, svo sá ég bara alltaf 10 fyrir túr, þá er ég öðruvísi, þá byrja svona aðeins og þá komur svipu einkenni, það kemur og það er óslega gaman að sjá myndina sína verða mynstri. Já. Og það er alltaf komið ákveðin gögn fyrir því til að lesa sjálfa og ég og þú verðum ekki eins, þó svo við séum sveiflukennda verur, þá kannski er ég styttra, ég fór líkjulega lengra í öglósi og svona. En þú veist, svo er hægt að fara í, þú veist, egglósmælingu, bara hvort þess að byrja á egglósi, skilur þú ert náttúrulega alltaf að reyna óléttur, þarna verður þetta er tilvalið til þess að vera óléttur, þú veist. Og þannig að þetta er svona, þetta er ógeðslega skemmtilegu tími og þú ert sjúklega sæt þarna og þú veist, þetta er bara ógeðslega gaman. Og þarna máttu líka æfa bara hörku, þú veist, við lyfta þung, gera, þú veist, hitt-training og eitthvað. En ég myndi aldrei, ef þið hefði ekki heyrt að drekka koffín á svastandi maga. Jú, ég var að heyrt það. Af hverju er það? Þú ert bara að búa til hormón og jafnvægi. Þú bara starta líkamanniðinum í streitu og kortisol rís upp í líkamannum aðeir og það er bara allan daginn í ójafnvægi. Alveg sama á hvaða viku ég er. Skiptir engu máli. Það er bara ekki... Ég er nefnilega búin að heyra þetta, sko. Á tóm... En er ég búin að fá mér að borða? Fáðu þið bara eitthvað gott prótein eða fitu, eitthvað svona, það er ekki það mikið. Það má líka vera ein kókoskúla, eða þú veist hvað tala um, það má vera, ef ykkur finnst ekki gott að borða á mótnana, þá getur bara verið eitthvað, þú veist, fá eitthvað prótín, ég fæ mér egg. Banana eða eitthvað. Já, ég fengi mér stundum bara hars og egg og bara með smá saltið eitthvað, eða þú veist, ég fekk mér hormónakokteil, þú veist, sem er rauðrófa, engifer, smá prótín úti, þú veist, hreint prótín og bara skellið í mig. Þá ertu strax búin að hjúpa magann, út af því ef að kaffi slær inn í magann, þá er strax byrja á einsta degi að byrja í kortisoli. Í streituhormónu og streituhormónu er það sem að í rauninni ruglar öllu kerfin okkar. Það er bara þannig. Þannig að við verðum að passa okkur hvernig við nærum líkamann okkar, hann fái, við þurfum prótín og fitu. Í einhverju magni, þú veist, það má vera kjúklingur, það má vera grísku jógurt, þú veist, það má vera, þú veist, avokado, allt þetta, við þurfum þetta til þess að líkaminn bara fúnkeri. Annars erum við, og sko, máli er að þú segir sért með fyrirtíðaspennu, hana, 10 dögum fyrir þú finnur og þú sért að fara, það á ekki vera, það er hormónaójafnvægi. Pældi því. Ég vissi það ekki. Ég var sjálfa uppið á það, skilur. Ég bara, ég held að það væri bara allir pirraðir fyrir túr. Nei, þú átti í rauninni ekki að þurfa að vera það. What? Ég er í sjokki. Ég held maður væri alltaf bara... Nei, þetta er bara hormónaójafnvægi. Það ertu kannski búin að vera að keyra... En af hverju kemur það þá alltaf þarna? Út af því, nú ertu komin í egglósi og ertu rísandi. Svo eftir egglósi það byrja luteal phase, sem er gulbúskið.
og þá byrjar allt að síga og þú ert bara í góðu sveiflunni, ógeðslega gaman, allt ógeðslega flott, næs, þú getur hreyft þig, svo þú byrjar í lúteal, þá ertu í rauninni að síga, þá var estrogenið þitt og prógesterónið að fara niður og þannig er gleðihormónið þitt, þannig er jafnaðarhormónið þitt til þess að líða vel, þannig að þú verður skapstyggari, þú verður þreyttar út í orkuhormónin alltaf að detta niður, skilur við, þannig að þarna þessum tíma, þetta er ekki eins og þetta er sko svona kannski 2 viku fyrir túr, fattar við? Já, ok. Já, þannig að þú ert byrjað að síga þá niður og skilur ekki hvað er að eiga sér stað, fattar við, þú veist, og þú ert samt eitthvað svona, þú veist, þannig í rauninni áttu svona 2-3 vikur sem eru góðar, en málega lúteal er geggjuð sveifla líka ef við kunnum að nota hana rétt, ef við erum í hormónu jafnvægi, þar að segja, ef við nærum okkur rétt, við erum ekki að fá kaffi og þarna áttu heldur ekki að æfa mjög hitt og mikið og hoppa og gera og eitthvað, og þá ertu að búa til streituhormónu í líkamanum. Þarna áttu að vera meira í pílates, í mýkt, í jóga, þú veist, allt þetta og á þessum tíma er estrogenið að fara niður sem orkuhormónu og prógesterónið er að halda áfram og það, hvað er það? Prógesterónið, þetta er bara þessi 2 hormón, það hjálpaður með innbyttingu. Þannig að þessum tíma er óslega gott að vinna öll svona verkefni sem þú hefur látið sitja á hakanum og bara í róleitum getur verið við tölvuna, bara dúllast, bara ok, þetta þarf ég að klára, þú ert bara betur í stakk búin, þannig ertu pínu að hibernate að draga þessum til hlé og ert bara getur farið bak við tölvuna og fyrir aðeins að vinna þar, skilur við. Já. Takk. Já. Þú ert semst að, þarna er bara, og þú veist, þegar fólk er að tala um eitthvað, þú veist, viljum ekki að þetta sjáast sem veikleiki, þetta er ekki veikleiki, þetta er sveifla sem við eigum bara að leita inn á við, þú veist, og fara bara aðeins í meira bakka, fara í tölvuna, klára þannig verkefni, þið veitir svona, þeir eru heima að fá kaffibolla og eru bara okkar til næs og þeir svona, þú veist, þeir eru ekki kannski jafn mikið út á við, þetta er luteal phase og okkur líður oft, og streitan er meiri þarna út af því við erum náttúrulega ekki mikið af góðum hormónum, skilur. Svo kemur þá kemur túrin, það er síðasta feysið. Þú ert komið með folikular, byrjun, það er vorið, þú ert komið í eglósi, það er sumarið, það er óslega gaman og næs. Svo ertu komið lúteal, þú ert aðeins að fara niður en einbytta þér og slaka og þú ert að færa aðeins nær hellinu þínum, skilurðu. Og svo bara... Og sem er haustið og svo er það veturinn, þar sem þú ert bara inn í kuldanum, skilurðu. Þú veist, þú ert bara... Og það er túrin sjálfur. Það er túrin og túrin er heilbrigðismerki okkar. Það er ótrúlega fallegt að við förum á túr og okkur blæðir. Það segir okkur líka mann okkur virkar. Þetta er bara, við erum svo flóknar verur, þetta er svo geggjað og ég veit að fólk hatar þetta en þarna áttu, og ég skipulaði bara, þú veist, þarna áttu bara að vera í góðu baði, vinna þægilega í kósífötum, bara, þú veist, reyna skipuleggja fundina það sé ekki mikið áreitir, þú veist, ég reyna að hafa bara léttari mat heima, þú veist, ég er ekki að fara eitthvað að ég ætla að fara að gera eitthvað elda, eitthvað svona, ef ég er þreytt þá ætla ég reyna að vera og leiða mig bara að vera þarna, heitt bað, jóga, róleg hreyfing, þú veist, góðir, göngutúrar, allt þetta, þarna áttu bara, og málið, þarna er innsæðið okkar, þarna er við að leita inn á við. Þannig megum við bara vera bara í smá svona, bara, og mér finnst það gott að eiga bara oft innsæðisvinnu, bara í dagbók, bara hvað langum að gera, hvernig líður mér, af hverju líður mér svona, bara fara að leita inn á við. En er þetta ekki svolítið líka það tímabili sem að byrjar að vera svolítið svona svangur? Jú, og málið þú brennir þess að töluvert meira kaloríum á þessum tíma og líkaminn þarf meiri prótín og fitu á þessum tíma og þess að tala sem ég sagði með folikular phase að voru það var bara gott salat, bara létt og þarfst ekki svona mikið kaloríum. Þegar þú kom þarna þá ertu svona góður rótagrammeti, heitt, þú veist, heita súpur oft, auðmeltanlega hluti út af það að líka mér að gera alltaf hluti heldur en að fara að melta hluti, þú veist, þú þarfst að reyna að hafa þetta mjúkt og þægilegt og svona auðvelt, en þess að sagði brokkoli í folikular og eglósinu út af líka mér er svo að hann bara hakka brokkoli í sig, ef hann færi það þegar hann er á túr, þá hann mun alveg melta það, en það er svona meira svona, ég er að gera annað hérna, þú veist, ég er að reyna losa mig við vegginn, skilurðu, legvegginn, og þannig að þú getur haldið áfram, þannig að það er svo gott að borða, þú þarft meiri kaloríur á þessum tíma og við þurfum að gera til þess að búa ekki til streituhormóni, aftur, við erum alltaf að losa okkur streituhormón. Ég er í sjokki, ég bara, en okkur er eins og þetta, þú veist, maður er núna, ég er 30 og ég minnst ég svona, svona að vera að skilja mig meira. Þetta er bara fáránlegt. Þetta er fáránlegt. Mér finnst að þetta vera kent bara í grunnskóla. Ég sagði það líka, ég bara, og svo skiljum við ekki, þú veist, svo erum við konur, ef við gerum þetta ekki, þá erum við, þú veist, margar upplega mikið mígreni, hausverkur, mjög mikið hausverkur. Já,
það er hormónaójafnvægi, augþurrkur, skapsveiflur, ógeðslega mikill kvíði stundum, þeir kannski bara eitthvað, vá, byrju, ég var bara geðt hress í gær og ég bara geðt kvíður og einhvern sem byrja af hverju, ég veit það ekki. Nei, það er bara, ég er alltaf þannig. Og það er bara, þú veist, á leiðinni niður og þú bara, en það er svo gott líka eins og, þú veist, hérna, vinkonum mín er frá að tala hormónísku. Þú veist, vinkonum mín segir bara, oh my god, mér líður svo illa okkur, ég er svona, já, þú ert náttúrulega lútel, ég veit tíðarhringja vinkonum mínu, sko. Og ég sagði, þú ert að hrapa, þá er hann eitthvað, svo það held að vita þetta bara, þú veist, í staðin fyrir og þú sést bara eitthvað, út í oft líka eru að merka einhverja tilfinningu eitthvað, ég hlýtur að kviða undir þessu. Þú veist, bara og reyna að finna eitthvað og þá allt inni líka búið til meira vandamál inn í lífun okkar. Alltaf að reyna að fixa það bara, það hlýtur að vera þetta, það hlýtur að vera þetta, eitthvað svona. En það er svo magnað, ég allan, mér fannst það valdeflandi að vera bara, ég er stressuð núna út af þessu. Og þá veit ég það bara og það er bara, ég segi bara ég er smá stressaður og fundirna verða aðeins örveri eða það verður eitthvað svona, það er bara svona, ég þarf bara rólegheit, þess vegna er ég að einfalda líf mitt á þessum tíma, skilurðu. Og líka, ég skipulegg saumaklúbba, við erum betri mannlegin samskiptum að Eglósi, það er búið að rannsaka þetta. Miklu betri mannlegin samskiptum. Við höfum meiri tolerans, Eglósi, já, það er sumarið. Við erum bara, gaman, við skipuleggjum og stundum skipuleggjum ógeðslega mikið á Eglósi, ég skildi aldrei hvað það var. Og svo var ég bara eitthvað, ég get ekki hugsað mér frá út, bara, ég var bara hvað að mér, okkur get ég ekki drullað mér út, skilurðu. Það er bara því ég er að detta í lúti. Þannig ég er að merkja bara, ég ætla að setja saumaklúbb hér, að hitta stelpuna hér, að gera þetta, þú veist, og date night á Eglósi. Já, einmitt. Alltaf. Ekki vera bara á túrum. Nei, þú veist, setið, þeir eru búin að merkja hringin okkur og sjá sveifluna. Þarna er í Eglósi, deitið bara heimadeit, skilur við. Þeir eru bara, þú veist, það er næst, það er gaman og þeir eru með meiri kynorku og eitthvað svona, það er gaman, skilur við. Að skipuleggja þetta og vinna með hverja sveiflu fyrir sig. Og eins og þið heyrðið, nú er ég búin að segja ykkur sveiflur, þetta eru 4 árstíðir og allir hafa sína styrkleika, þú veist. Og þó þú sért að fara á lútel og vera stressaður og allt þetta, þá er þetta samt innsæðisum, þú átt bara að fara og leiða eftir bara að fara baka töluna meira, klára þetta, þú veist, ef þú getur hagað því þannig, eða þá allan verið meðvitaður það, að þetta sé betri vinna fyrir annað, dítilvinnu og eitthvað svona, og svo veistu, að þú sést svona meðvitaður þig, út af að það er fullt að gera í hverju sveiflu fyrir sig, eins og þegar við fyrir innsæðisvinnuna túr, er að djóka hvað mikið gullana. Maður er sem stundum að drepa samt, sko, maður er bara, það svara bara, svo kemur vorið, það er svo gaman, sko. Það er eins og sért búin að fara í helli og setja skinn og svo, þú veist svona, eins og snákar að setja skinn og svo kemur út og það er bara svona, ég er búin, bara, þú veist, og þetta er gaman, þú veist. En líka svo gaman að heyra, skilu, að það er eitthvað jákvætt við hvert einasta tímabil. Því ofta maður er svona, mjög vondu viss, þú veist, þegar maður á túr þá er maður bara, hvað það er allt eitthvað ómögulegt, í staðan fyrir að nýta tíman þarna í að fara inn á við og skrifa og sjá svona bara Mér finnst líka alveg svolítið svona mikilvægt að tala að ef þið langar líka bara að gera ekki neitt og eiga bara rotten day rotnandi dag höfum þetta á íslensku bara do it það er eitthvað sem ég hef tilengað mér í lífinu og bara ég er bara svo miklu betri sko, átt að gera það manneskja fyrir það, veist, ég bara að eiga dag þess að þú ert ekki að gera neitt og bara ef þú hefur tök á því, skilur en líka segja makanum ég sagði Emma bara ég er að byrja, ég er overstimulated ég er bara með svo ómikið áreiti og við verðum viðkvæmari fyrir áreiti á þessum tíma og það er bara krakkarnir, það er einhvern veginn öskur verða að skæra í við verðum bara svona bara, þetta er mikið, sko og maður er svona, ok, þú veist þá er ég bara, þú veist, ef að maðurinn getur leikið með þér, eða konaðinn, skilur leikið með þér í leiknum, bara og getur stundum bara, heyrðu, ég ætla bara að svæfa krakkana, farði í bað slakað á, ég tek þetta núna og þú ferð bara að vera bara upp í rúmi sem ég á TikTok farið sinni heitt bað og farið aftur upp í rúm bara og byrjaði lósum og þú veist, út af þegar kemur líka þú veist á túr, það þurrkast húðin alveg svakalega upp, þú veist, það er ekkert gott hormón að búið til kollagen, þú veist, þannig að ástæðan fyrir líka þegar við byrjum á breytingaskeiðinu er bara út estrogen og prógesteróni lækkar og líka skiptir máli hvernig við hugsum hormónakerfið okkar í dag svo við þurfum ekki að fara svona ömulegt breytingaskeið það fer eftir, svo við finnum ekki svo mikið fyrir breytingunum en byrju, hvernig ok, byrju oh my god, ég er í sjokki við líðum sem sé að gera allt vitlaust nei, en það má ekki taka því þannig nei. Ég var að læra þetta og ég er eldri en þið, sko ég lærði þetta fyrir 2-3 árum og ég var bara what the fuck, okkur sagði mér ekki frá þessu ég bara er að fólki grínast, mér líður smá þannig eins og maður sé bara
eins og sé alltaf að reyna að gera konum allt erfiðar, fattur þið, þú veist, maður bara svona, en maður hefur vita þetta. En við erum bara að aflæra, og ég veit það erfitt að aflæra. Það getur erfitt að aflæra, það sem hefur okkur verið kennt út af því að svo vaninn svo sterkur en þess að það maður bara líka mér skiptir svo miklu máli bara að gera eitthvað eitt þú veist og með markmið bara eins og mér finnst bara eitt og sér bara ef fólk byrjar og gerum eitthvað byrjunarpunkt trakkið bara hringinn sjáðu mynstrið ykkar þá getur þið farið að leika eftir hverju sveiflu. En maður þá sett inn bara, ég byrjaði að túr í dag, hætti og þá trakkar það. Já, og þú ert, ég sett á tímabili sem ég ætlaði að reyna að skoða þetta sem best, auðvitað gleymir maður sér, það er bara lífið gerist, og bara að í svona, kannski 2-3 mánuði, þá er ég bara eitthvað, þegar ég er að finna með túrverki, þá set ég inn cramping. Þú veist, það kemur bara takk í cramping, ég held að það sé Clue-appið, næsta geggja næst, það er frítt. Hvað er það? Clue og Flow. Ég er með Flow og það er alveg eins. Já, það er alveg ótrúlega sniðugt og líka svona, eins og segir, óslega góð byrjun, allan að byrja þessu og sjá svona hvernig þér að líða bara gegnum. Já, og vera bara dugleg, líka þú veist, að þegar þú ferð inn í follicular sem er vorið, bara þá getur þú sagt, húðin er að vera betri, glöð, það kemur svona líðan, glöð, orkumikil. Þú bara tikkar í ykkur box og ég gerði ekkert okkur með einast deginn svona því ég mann það, þú veist, í kannski 2-3 mánuði. Svo allt getur séð, bara, 10 dögum fyrir túr byrjar þetta sem ég alltaf hérna. Ég fatt að það ekki, það var alltaf 10 dögum, ég held að það væri svona vika fyrir eitthvað, það var alltaf 10 dögum hjá mér síðan, þú veist, og svo fer það eftir ef ég er búin að hugsa illa mig, sofa illa, þú veist, þá var það verra. Ég man einmitt eftir því að ég vissi að maður ætti að vera gett orkumikill á eglósi og ég man að mér fannst gett leðilegt að líða, ég var eitthvað svona, ég á að vera gett orkumikill en ég er bara ógeðslega stressuð, mér líður ekki vel, ég bara svona ásaldið, hvað með þegar mann líður ekki eins og mann áalja. Það og ég upplifði þetta, þú veist, er að það er svo oft ef við keyrum á okkur að þá verðum við veik í follicular eglosfesi, skilur mig. Það veist oft frá kvefpest, eitthvað svona, svo við erum búin að keyra svo ógeðslega mikið á okkur og mikið streitunum líkamann og þá verði ég alltaf að hefi bömmur, ég var loksins að fara á sumarið í líkamann, skilur mig. Og það var algjör bömmur, ég þarf ég að bíða í alvörunni í heila mánuð aftur þessum tíma og ég er lasin eða ég bara svona, þú veist, eða það bara hef ekki hugsað ná vel mig þannig að gleðin var ekki að ná alveg þessum hæðum. Ég held að við þurfum bara að vera, þú veist, meðvitaður þetta. Maður hefur ekki heldur verða obsessed á þessu, en svona reyna bara, það verði bara hugsa betur mig núna, þú veist, ég verða að passa, þú veist, hvað ég er að gera, ég verða að næra mig, ég verða að sofa, ég verða að borða prótein og fitu, bara, þú veist, ef við gerum það ekki, þá bara funkar líkamann okkar ekki. Er það bara svona prótein og fita yfir allt tímabili, bara er það bara gett gott fyrir konur yfir höfuð? Sko, ég myndi alltaf allan að sérstaklega Luteal og túr, en þú mátt borða léttar á eglósi og hinu, þú veist, en ég myndi alltaf hafa og byrja alltaf daginn á próteini. Það er bara til þess að þú keyrir ekki, það er blóðsykurinn líka, þetta fylgir líka blóðsykurinn og byrjar á próteini þá ertu jafnari við daginn, þá er ekki blóðsykurinn að flökta þetta og þú veist, ef blóðsykurinn okkar er svona sveiflast, þá eldust þið miklu hraðar, þú veist, við erum að fá, skiljiði mig, þannig að prótein og smá fita og ég set, þú veist, eins og það sem ég hef verið að gera er að setja rauðrófskot á mótnana, það sem bara my go to, rauðrófa, engifer, smá MCT-olja, bara það er fita mín, kollagenprótein, eitthvað prótein sem er bara hreint prótein og svo var ég að nota blönduna minnir í Bóhem og þetta er bara svona splúp og svo get ég fengið koffín. Ok, og bara allt þú mixar þessu bara öllu saman. Ég bara staf og þetta er bara út af því að þetta er alltaf eins og engiferskot á bragði. Engiferskot stærð, þannig þetta er bara my go to, svo má fólk setja í vatn, það má gera, þú veist, það er bara, þú ert bara að fá smá, þú ert að fá, bara kerfið þitt fá í smá svona, það sem það þarf, svo getur fengið koffín. Ok, hvað ég var að skrifa það niður? Er eitthvað vítamín sem að... Þú ert náttúrulega með Bóhem húsi. Já. Veist, og þú er líka oft, þið gerði eitthvað svona þátt, þú veist, bætefni og svoleiðis. Ertu með eitthvað svona líka það? Þú veist, ertu með eitthvað sem virka betur á... Já, sko, við ættum allan náttúrulega, við fáum ekki nóg sól og það er líka beldur okkur hormón og já. Ok, er það bara alls konar þættir bara sem getur... Við fáum ekki, bara sólina leið og við kíkjum, þú veist, við fáum sérst D-vitamin í líkamanum okkar byggistu þegar sólin skínu augun með lokuð augun. Þá drögum við D-vitamin. Þess vegna ferjumst þeim út og svona... Heyrðu, þess vegna er hann alltaf vikingar vakna, horfi sólina. Já, þú veist, og við erum bara með lokuð augun, þetta er kannski 5-10 mínútur út á svalir bara eða eitthvað. En ég hef heyrt þetta sé bara...
ég hef heyrt svona alls konar gælur sem að fylgja sem svona entrepreneurs but I start my day by going out in the sun. Já, þú þarf það. Já. Og ég ætla bara, það er ekki sól í Íslandi, hvað? En við tökum alltaf tíuvitin. En núna? Já, núna. Nú getum við heldur betur farið út á svalir eða í garð og bara sogið þetta inn. En út af því, ég sagði líka mér svo leiðilegt, við erum konur á Íslandi og við fáum ekki sól helmingin ára eða meira, þú veist. Og ég er svona, hvað á ég að gera, þú veist, út af því ég finna líka því ég er út í útlöndum, ég fæ ekki af mikla túrverki, fyrir tíðarspennum minn er ekki af mikil, ég finn bara ekki fyrir þessu eiginlega. Það er máli, þá er ég bara í góðu hormónu og jafnvægi. En þegar ég er í Íslandi, þá erum við bara búið bara öðru í þessi skilir, þá er bara lykill að taka sterkt D-vitamin og það sem er dagskamtur í D-vitamin er ekki, svo ráðlega dagskamtur þá vera meira, þú veist, og ég myndi samt bara í samræðu lækni bara, þú veist, tala við það, ég tek alveg 3.000 til 5.000 unit af D-vitaminni á veitunar. Ég er bara upp á geðhelsuna líka og hanskir og allt, skilur við. Og omega-3 olja. Omega-3, já. Og bara heilin okkur er gerður úr omega-3 oljum. Þetta er bara fita sem er lykill fyrir heila. Það er ekki bara svo lýsi og dropi og það, já. Dropi er það ekki alveg haxið? Sko, máli er að ég vann með dropa. Og ástæði fyrir ég vann með dropa er svo að lýsi er mix af alls konar eitthvað svona soðnu lýsi. Dropi kaldpressa, þannig í rauninni fitan skilur sér langt betur inn í líkamanna þér. Hún er svo hrein að það er, og þetta er bara bókstaflega, þetta er ekkert eitthvað, komur þetta úr hituðu tunnu hér, þetta er bara þorska, þú veist, bara algjörlega unnu úr lifrinni sem er besta þess næsta borgarinnu fyrir það. En fyrir okkur sem hormónaverur og ADHD fólk, þetta er einhver einbeitingun okkar, heilin okkar er gerður úr þessar olju. Þú veist, við þurfum þessa fitu, annars erum við bara svo sviðna, skiljum við. Já. Vá, ég er í sjokki, sko. En einmitt. Mér langar svo, að því ég á svo erfitt með bragðið, mér er svo geggjað að fá töflur. Ég veit að dropi líka með töflur. Dropi með hilki. Ég ætla að græja það. Og líka fyrir, börnin, Þau eru fyrir börnin. Ég veit það. Sko, málið er, en það er samt meiri fiskibræði og ég átti erfitt með að koma því onni í strákana. En ég var bara strákar. Við þurfum bara að gera þetta, sko. Þú veist, það er bara... This is it. Já, ég meina bara, þau eru bara, þetta er bara líka fyrir heilaþroska. Þú veist, þetta er uppbyggingarefni heilans og þau eru bara betri í skólanum með innbytting og allt fyrir okkur líka, skilur. Þetta er samt líka svo mikið lífshakk, þú veist, ef maður veit þetta, því þetta er ekkert svona eins og þetta, ég fæ mér alltaf kaffibolla á morgnana fyrst, sko. Þannig núna er bara eitthvað... Ég gerði það líka. Ég veit það, en ég bara vissi ekki að það væri. Er ekki líka öðruvísi með, þú veist, eins og Steinar gera það líka. Er ekki allt öðruvísi fyrir kalla, út af því að sko, kvenmenn eru bara með, við erum svo ógeðslega geggjaðar, við erum miklu flóknara kerfi, við erum komin að búa til aðrar manneski inn í okkur, sko. Þú veist, þetta er alveg, það er bara ruglað og þess vegna þurfum við meiri orkugjafa til þess að líkamann okkar bara fúnkeri og þú veist, ég meina, holl fita bara kemur út í glóðandi húð og þú veist, við erum með gott prótein, þá eru bara, þú veist, það er bara í rauninni fyrir vöðuuppbyggingu líka, þú veist, að við séum með sterkan líkama, þú veist, og þegar leiða það fyrir að rýrna, þá líka þú veist, verður bara vesen. Einmitt, þetta er líka svo, þú veist, og ég held líka svo gott að vita þetta, því að maður oft kannski bara svona berja sig niður fyrir að einmitt, eins og hún segja, líða alls konar, en þá er kannski, þú veist, eins og ég held að vera eðlilegt að vera kannski pirraðar fyrir, en þá það er náttúrulega eðlilegt, en það er samt en maður gæti liðið betur, og ég finn alveg að sama hversu, sérstaklega veturinn, þá er erfitt að halda yfir sveiflunar og vera ekki undir smá hormón, ég finn bara, fyrir tíðum mín byrjaði bara 10 dögum fyrir, hún misgóð, skilur en svo fyndi leiði ég var í útlöndum, þá gerist þetta ekki svona. Það er rugglað. Vá. Ógeðslega pirrandi. Og ég sagði við doktor sem kom til okkar í normið, ég sagði, ég er með kenningu, ástæðan fyrir hormónaborðináti á Íslandi er mikið, ég held sem er hjá íslenskum konum og ég var til að fá ekki að rannsaka, þú veist, og og við fáum ekki þetta dagsbirtuna og allt þetta og bara það er svo margt sem að við þurfum bara að gera þess öðruvísi en það er samt alls konar hægt, þú veist, og ég er bara búin að prófa alls konar og það er líka, svo það segja allir, þú veist, svo félagi minn á byggingafyrirtæki og hann var að segja, þú veist, það er að fyndi þér og stóðslega leiðilegt hjá öllum í svona október til janúar. Það er örglóti, við erum öll bara ekki með sólina og það þurfa allir þessa sól, skilur þannig að við þurfum að bæta upp með góðu sterku D-vitaminni, þú veist, og hann sagði bara hann sagði að allt klúðrið í byggingabransanum það er frá október til janúar. Oh my god. Og ég bara hann sagði, ég veit bara að þetta er orðið tímabil bara, þú veist, þarna er bara vesen. Bara eitthvað mynstur. Og ég var eitthvað, þegiðu, í alvöru, hann sagði, og ég bara fór að hugsa sjálf, oft frá október til janúar, það maður meira svona
þú veist, báslega gaman stundum með maður bara, oh my god, bara, þú veist, það er eitthvað. Það er bara eitthvað, og líka maður finna núna, og það núna er komin, þú veist, sól, skilu, það er bara allt annað, skilu, og líka bara krakkanar eru öðruvísi, skilu, það er bara meira, sem er alveg svona, en svona elskar maður alltaf Ísland, en þetta er stundum svolítið erfitt, skilu, þetta er bara svona, vetunar, þetta er erfitt. En ég ger þetta við strákana, ég er svo, fólk heldur þessi svo bilið, sko. En við erum lappið göngtúr og strákana segja, mamma, horfum í sólina, þá fáum við D-vitamin í kroppinn. Ég bara, akkurat, svo stöndum við. Þú veist, bara í smástund, bara fáum D-vitamin í kroppinn, skilju. Og svo sendi einn stelpa, strákarnir fóru að leika heima hjá henni, hún sagði, strákarnir eru að jartengja sig. Þá voru þeir heita botnum og slóðu sinni í grasinu. Við erum að jartengja okkur. Og það er ekki húpiglúp, ég er mjög praktísk, sko, og lógísk. Oh my god, hvað er svona sætt. Já, en það er bara út af því að þegar við stöndum, það er búið að mæla það. Þetta er vísindalega rannsóknir. Þegar við stöndum í grasi á táslunum, þá kemur bara, það hleðst líkaminn, það er bara þetta að mæla hvernig líkaminn hleðst upp. Bólgumingun. Það? Já, og þetta er sturglað, þið verðið að sjá þetta, það er bara þið getur TikTokað þetta. Það er bara, þetta er sturglað, þess vegna er ég bara, þú dregur bólgumingun, þú veist, ónæmiskerfi styrkist, það er bara svo margt sem gerist og ein kona sem bara allsammennin gekk tilbaka þegar þú hliðið þig svona. Já, þetta er bara, horfa á Earthing, heimildamyndina. Já, Og og í þess vegna er ég við strákana, nú, þú veist, við erum í göngutúrökstar, ég bara, nú klæða okkur skónum og bara löpum með það á táslunum í svona stund, bara. Vá, en það er líka, börnum finnst þetta svo gaman. Þannig þetta er hægt að gera þetta bara svona ævindir og bara, förum að táslunum, en líka þau veit af hverju, skilju, af hverju þeir eru að þessu. Það er eiginlega þess sem þeir líka allt í henni eru bara eitthvað annars staðar að jartengja sig, skilju, ekki heima hjá sér. Já, why, þú veist, þið líður betur, það er bara, og líka ég finn ef ég er duglega þessu í göngutúri að gera þetta. Og þó þessi frost, sko, ég fer í göngutúr í Víðilsstaðavatn og svo bara eftir smástund klæði mig skónum og vonum bara enginn sé að horfa mig, skilur, og svo lappa ég smá spöl í grasinu, þú veist, og ég útilegum ég að táslumila meira með allan tíman, þú veist, ég er bara, þetta er bara það besta sem við gerum fyrir okkur. Hvað það er magna. Já, þú veist, þetta er bara svo gott fyrir líkamann okkar og ég er bara, ég er búin að sjá mælingar og vísindalega rannsóknir, þetta er ekki húpiglúp, þá er ég bara, ágæði þetta, þú veist. Þegar þú verður að fá rök fyrir, þú veist, af hverju það og það maður er oft svona eins og margir upplega með stjörnurspeki eitthvað, þú veist, margir bara, oh my god, en þú veist, ég allan að, þú veist, trúi það er enginn sem svona, minnst það svona, ef það er eitthvað svona rök fyrir, og skoðar þetta. Já, skoðar þetta, þá er þetta eitthvað. Bara, ég þarf þetta selv, ég er bara, af hverju er ég að þessu? Ef einhver segir, þetta er bara fínt fyrir þig, en af hverju? Ég vil bara sjá, þú veist, og ég fór að skoða bara rannsóknir, ég bara, þetta er svakalegt. Ég skal gera þetta. Já, einmitt. Bara geðveikt. Og líka maður finnir líka bara mun á sér og eitthvað. Mér finnst þetta bara mesta lífshags að vita þess, þú veist, þetta er svo einfaldir hluti. Það er ekki eins og sé að gera eitthvað, þú veist, eitthvað svakalegt, skilu. Bara eitthvað að farða upp og niður esjuna og síðan eitthvað, þú veist, þetta er 4-5 mínútur, sko. Og þú veist, maður getur breytt líka bara eins og með hormónakerfi, bara vita þetta, þá öðlast þú veist, betra skilning á sjálfur þér og líka bara maðurinn manns, ef maður, sko, Emmi var komin inn í mitt app, sko, sá bara og hann var bara eitthvað, og hann var bara, mér þykir ógslavænt það, þú veist, hann bara, heyrðu, ég sé matinn næstu 4 dagana, bara slaka og þú fer í bað í kvöld, bara, þú ert bara, við þarftu ekki að fara að snemma að sofa, langaði það ekki, bara, þú veist, og svo bara, þú sefur út á morgun að laugardagur, þú veist, og það fekk ég bara hann bara, og hann lokaði bara hurðunni, ég fekk bara verið í herbyggi. Bara í smá stund og ég var alltaf fyrst með samviskubiti yfir þessu en ég fann að ég var betri mamma ég var bara, þú veist, og ég fann bara að ég verið betri jafnvægi og ef ég fekk stundum, ég er ekki að segja þetta var ekkert alltaf þegar ég var á túr, það var þetta ekki svona í lífi er bara, það er stundum alls konar, bara fermingur þessu laugardag eitthvað svona en ef það var hægt, það var svona geggjað að hann sæi mig, mér finnst það svona sér mig og ber virðingu fyrir mér og bara, ég ætla að gera þetta og við þurfum líka sem kvenverur, þú veist, við þurfum leghafar þurfum svefn. Við þurfum meira svefn heldur en kallmenn. Já. Mér finnst það einmitt að tala svo lítið um það að konur þurfum miklu meira svefn heldur en kallar og einmitt við erum að eðlisfari bara þreyttari. Þú veist, ég líður oft eins og, ég er bara, hann er búin að vera alveg að gera nákvæmlega sama ég og allan dag og ég búin. En þú ert líka búið til barn. Þú býr til barn fyrir hann þegar þú getur, og hann er bara og ég er bara, af hverju er hann svona hress? Nei, sko, svo það var samviskubit. Já, ég bara svona, af hverju get ég ekki verið eins aktív og af hverju er ég bara ég er bara, þú þarfst bara að klára daginn, ég er bara búin, ég er bara farin inn í herbyggi að sofa, ég bara get ekki meir, skilur. Og það er bara mjög eðlilegt. Já, og það er bara eitthvað kerfið, er bara
Þetta bara, en svo fær maður svo mikið samviskubit. Ég alltaf bara eitthvað, oh my god, byrju, akkur ég er bara svona keira áfram. Þú veist, á meðanskilum með Steinar líka, þú veist, og strákar, minnst þeir svo duglega líka bara svona, að ég er bara þreyttur, ég ætla bara þú veist, ég finnst svona konur aldrei, þú veist, sammála. Maður aldrei eitthvað svona, veistu, ég ætla bara, þú veist, ég heyri mjög sjaldan vinkonu mín að vera bara eitthvað, ég gerði ekkert í dag eða eitthvað, þú veist, það er alltaf bara, ég var að þessu og ég var að þessu. Það er alltaf, og ég meni, ég hort á Emma því ég seti svo slitt í sófanum þegar ég er einmitt búin að keyra á mér eitthvað, bara eitthvað, ekki því mér, bara, og mér langar svo að standa upp á sína lit, við þið svona, og hann eitthvað sem ég skal elda, ég svona ekki elda á þetta, mér líður illa þú sért að elda á þetta, ég get ekki setið hérna og horta þig, þú veist, og það er einhvern veginn líka svona að vera að dæma mann, þú veist, svona gamli skólinn svona, hann er Emiliana svo dugleg. Ég veit það, hann er svo frábær, maður svona, já, ég veit, ég þarf ekki að heyra á þetta, mér líður nóg illa með hvað ég er þreyttina, sko, þú veist, að þú veist, maður verður að leyfa sér samt bara að vera þarna út af því að vita að sigurinn er sá að við verðum hamingjusamari, við verðum betra jafnvægi og við verðum betur mannverur, bara okkur líður betur og það ekkert síðra. Við gerum ógeðslega mikið sem er ómissandi, þú veist. Ég finnst þetta ekkert svona erfitt, sko. Nei, ég er bara elda, þú bara. Já. Ég er búin. Já, týtur hana með. Ég vildi væri, ég sóttan, ég gerði þetta, skilur, ég bara fættana, gaf henni að borða henni líkamannu mínum, skilju, og bara ég mun að lifa á því for the rest of my life, skilju. Sérstaklega, en ég líka kannski, þú veist, ég elda til dæmis ekki og ég, þú veist, það er líka til dæmis eitthvað svona, ég og Adam sýnum ást á öðruvísi hátt, með sikkur love language og hans, ég, veist, hann bara fær rosalega mikið út úr því að elda fyrir fjölskyldunum sína og gera það, ég fær bara ekkert rosalega mikið út því. Nei, en mér finnst það rosalega dreining og rosalega erfitt að gera það, sko. Og það áttu bara ekki að gera það. En það er ekki fyrir mig, en ég gera það á bara annan veg, skilju. En það geggja þessi skilningur búið að ræða það og þú verður umrætt og þú væri bara, okkur er ég ekki svona, okkur get ekki bara verið svona, skilju. Þetta er eitthvað sem ég þurft að vinna, ég vann í sjálfum mér og þá át og kom þetta, já, ég er svona og bara, já, ég er miklu betri ef að ég fæ bara þetta og þá get ég staðið mig ókslega vel í því sem ég gekk og því, skilju. Auðvitað á maður að hugsa þannig, í staðan fyrir ég bara verið bara tæta með útskilu og svo bara svona erfitt að biðja hjálp. Ég myndi aldrei gera það. Þú veist, ég bara því að ég er kona okkur og ég ég sammála. Já, og líka bara vera eins og allt þetta, þú veist, það er náttúrulega allt henni umræð, allt þetta þriðja vaktir og þetta, þegar maður áböld, skilu, þá allt í henni Emma bara, þú veist, Emma bara, þú veist, það er svo mikið ála og þess vegna hugsaði bara og síðan Emma er með þetta hormóna allt, þú veist, í gangi. Þannig að það er ekki skrítið að konu sést. Maður sé bara, maður er bara eitthvað, maður skilur Britney, skilu, okkur nú snóðaði sig, maður er stundum bara, þú veist, þetta er bara, skilur Britney. Já, út af því að þetta er svo mikið, þetta er endalaust ála á konum, skilu, en mér finnst hann svo duglegur að vera bara veistu, ég er svo þreyttur. Bara svona að segja. Mér finnst það bara viðurkenna. Það er nefnilega, svo held ég líka sem ég sagði við Emma, þú veist, þegar ég var búin að sæma og ég sagði þegar ég var að ganga gegnum tækið það fæðingu, ég sagði þetta við hann ekkert um daginn, og það var bara gekk mjög illa og ég var að koma brjóstökjur í gang og þetta var bara mest að geða sig, ég var ekki búin að sofa, náttúrulega fekk einhver meðgöngueitur og eitthvað. Og þú sagði við mig að þú verið þreyttur. Ég sagði, þú gerir þetta aftur í mér. Ég teka þér hausinn. Nú er þetta þriðja barn, þú segir einhvern tíma að þú sér þreyttur, þá trillist ég. Þú mátt ekki, þú er enga rétt að vera þreyttur. Bara svona segja það. Og hann bara, guð, sorry. Ég sagði, nei, ég veit, þú veintir þetta ekki svona. En ég sagði, þú veist ekki, ég fer yfir út í ég er úrvinda og ég get ekki heyrt að þú sér þreyttur, þá panika ég út í svona, ég get þetta ekki. Ég þarf að vera ekki þreyttur. Þú mátt ekki vera þreyttur. Þú varst að vera öryggisnet fyrir mig, á meðan ég er á klukkutíma frest að gefa barn á brjósti bara alla nóttina og eitthvað. Ég vil ekki heyra það. Það má ekki segja við mig, þú veist. Og hann bara, ég skil það. Það var bara, ég man nefnilega bara þegar ég átti fyrsta strákinn minn og hann sagðist verið þreyttur. Ég fekk svona, oh my god, ég get þetta ekki, ég get ekki verið ein að gera þetta allt og hann er þreyttur. Þú getur ekki verið þreyttur, ég er búin. Ég á ekkert eftir. Ég bara endast svo mikið gremja, ég man að Steina segja það og ég er svona, ok, ekkert mál, en svo inni mér það fattaði ekki að ég var að krauma, ég var svo pirruð og ég áttaði mig ekki á og mér fannst það bara óþolandi að vera bara maður svo illa í nótt og ég svona, já, ok, bara þú veist, þetta er svona, ég kann ekki lýsa og þetta myndar svona eitthvað svona þetta er óréttlátt ég svona, mamma, þú veist ekki hvað ég mér finnst það svona þegar maður er með sterkar ég er með svona brjálæslega sterkar svona réttlæti skemmt inn í mig, bara það er ekkert rosa mikið grátt svæði hjá mér, þetta er bara svolítið svo svart og hvitt og mér finnst rosalega
fáránlegt hvað fyrstu sérstaklega mánuðina þetta bara, mikið, og ég mun bara vera bara, þú veist, ég mun bara ekki let it go, sko. Já, þetta rosalegt. Þú getur ekki tekið af mér. Nei. Og ef ég þarf einhvern tímann eitthvað, þú veist, svona break í þessum geira, skilju. Þá ég búin að bæta fyrir þá ég það bara, já. Nei, í alvörinni. Nei, það er líka acknowledge og sjá það. Við göngum með þessi börn í 9 mánuði og líka mann okkar og líka það eins og núna ég, með 4 mánaða gamalt barn núna bráðin. Og við förum í, það líka hormonatengt. Á meðgöngunni þá sprengjum þá erum við 6 meira prógesterón og estrogen í líkamanum. Getið ímyndað ykkur. Oh my god. Þannig að húðin okkar þess vegna fyrir við að svona sömmir hárið okkar verður óksla lössjus og húðin verður óksla svona slétt og eitthvað svona. Það er því við erum svo mikið af estrogen og prógesterón í líkamanum. Leiður þú ert búin að fæða það bara dettur þetta allt niður og það bara hrapar og þannig kemur oft sænkunagrátur og þannig kemur, þú veist, ég meina ég kom með þurrk hérna, þú veist, og þannig það er bara alls konar í gangi og ég var meðvituð, ég vissi ekki með fyrststrákinn minn hvað var í gangi, ég var bara eitthvað, þú veist, ég bara eitthvað svona, bara, ég veist, ég veit ekki hvað gerist á þessum tíma, maður er bara svo smá bara í einhver rugli. Það er bara svakalegt, sko. Og allt, fallegu tími en rosa krefandi líka, þú veist, og svo núna var ég bara svona, ég veit að ég er í hrapi, þú veist, og það ertu meira stressu, þú verður stressar á þessum tíma, þú veist, þú komið upp brjóstagjöfinni, þú ert að vakna náttúrulega miklu örar og þannig er ekkit, þú veist, þú ert að keyra eiginlega oxytocin hana, sko. Það er eina sem er góða þarna. Það er bara oxytocin tengingu hormónu við barnið þitt. Þú ert bara eitthvað áfram, þú veist, þú ert ástfangin af barninu, þú ert bara eitthvað móðuræðli, skilurðu. En allt hitt í hrapi, þú veist. Þetta er svakalegt. Já, og það tekur alveg, þú veist, svo núna, ég veit að þetta mun taka 1,5 ár fyrir mig að verða eðlilega aftur. Veist bara ferlið. Já, en ég passa bara, ég fæ mig prótein á mótnana, ég passa að borða, ég er frá að sjóða svona 5 egg bara. Já, ég ætla að byrja að fá mig bara því að ég bara, mér svoði eggalega geðveitt, svona salt. Já, það er bara ógeðveitt. Og stundum setjum bara nokkra slæsur af avokado og þá er ég bara eitthvað, já, en það þarf einmitt ekki að vera flókið. Maður missir þetta ógeðslega mikið fyrir sér. Mér finnst það líka máli og líka maður svo oft í eitthvað svona þú veist, að drífa sig með krakkana, þú veist, þetta gæti einmitt verið bara að hendi sig einu eggi eða eitthvað, skilur. Já, bara taka með bílinn, sko, bara, og bara, þú veist. Það er að geða þeitt. Vá, ég er búin að læra ógeðslega mikið. Ég bara, mér líður þess að ég var í einhverju skóla. Ég bara eiginlega svona from the beginning to end. Æ, gaman að heyra. Bara svo geggjað, þú bara veist svo mikið og ert bara eitthvað svona alveg með þetta. Nei, svo, við veit nefnilega ekki allt og ég, svona, vil líka passa að fólk viti að ég er ekki sérfræðingur í þessu eða, þú veist, ég sé eitthvað og fólk á alltaf ráð fyrir sig við fagfólk í þessu okkar, en ég er alveg perra á þetta, ég var alveg búin að dýfast. Kynna þetta vel. Kynna mér þetta, já, og örgulega eitthvað oftar að kenna mér helling í viðbót og margt sem ég geti örgulega sagt sem að vera bara svona, já, þetta er endar hinn póllin á þessu, eitthvað skilurðu. Algjörlega, en þetta er bara svo mikilvægt finnst mér og þess vegna fannst okkur svo mikilvægt að gera það. Og bara, þú veist, þegar mér líður eins og allir er að vita þetta. Allan daginn. Út af því ég held, þú veist, eins og ég var alveg, já, ég er alveg komið svolítið með þetta. Eða, þú veist, og núna heyra því tala, ég er bara svona, ég vissi ekkert. Sem er ógeðslega sorglegt að vera 30 ára kona og ég á 2 börn, sko. Þannig, og ég veit ekkert. Þú veist, ég veit ekkert hvað er í gangi líka. Það á bara, og ég hugsa að þetta bara skildi okkar, ég var að segja það ætti að fara í alla grunnskóla og kenna þetta mér finnst þetta að vera kent þar sko. Bara ég meina, okkur er stelpum ekki kent á líkamann okkar og líka það rannsóknir er alltaf gerðar á kallmönnum, þessu föstunarrannsóknir er allt kallmenn. Já, og líka það það var aldrei gerðar á konum og þess vegna komst í ljós að föstunin er svo fastan er svo vond fyrir okkur og þess vegna fyrir við burnout. Við ætlar að fasta bara kaffa fast, við bara jú, grennast við mátt það í kaffi þú mátt það í kaffi en ekki borða mátt ekki borða og við bara eitthvað, já, geggjað, búið sína svo mikið árangur en það er ekki samt, það er mér sagt að þú mátt alveg fasta þó það er betra að gera að fá lökjulegra og hinnu þú veist, og gefa, það er gott að líka með að fá smá hvíld frá mat samt en hann sé bara í sveltunar ástandi með koffinni, þá eru bara keyru kortisol og við erum bara ennþá í vesinni, skilur það er svakalt, líka út að maður heyrir alltaf eitthvað svona, já bara fasta og það er yfirleitt frá alltaf kallmennum, skilur það virkaði svo vel fyrir þá og eins og, þú veist, Steinar kærasti minn, hann er oft bara fastar bara til hádegis geggja fyrir þá líka já, honum finnst það bara flott hjá þér en þetta er bara svo pirrandi þegar konur eru bara allt öðruvísi bara allt öðruvísi, þú veist og við erum líka að sína okkur meira svona mildi finnst mér og svona, þú veist, ég veit ekki að vita þetta, þá maður aðeins svona, já, ok, það er ástæð fyrir þessu. Útskýring fyrir líðan. Að sé ekki að maður sé bara eitthvað, þú veist, maður líður stundum eins og maður sé bara
eitthvað, ég veit það ekki. Þetta er svo valdeblandi. Já, það er það nefnilega. Þú veist, það er það sem að mér finnst alltaf, eins og mér fannst sjálfsvinna geðvett valdablandi. Já, einmitt. Að þá lærir, og þá einmitt hættir maður kannski, ekki hættir, þetta kemur eins og ég tengi alveg þetta samviskupið sem voru að tala um þetta áðan, skilju. En ég er bara miklu betri í því. Af því að hvað græði ég yfir að hrauna sjálfa mig? Já, einmitt. Það græðir enginn á því, skilju. Bara enginn. Þannig að þú veist, já, mér finnst þetta svona, ég er bara að taka svo mörg að punkt. Já, ég veit ekki, við erum eftir með 10 sósuflipur. Ég er bara, þú kemur svo mjög. Bara takk æðislega fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig, ógsta gaman að koma. Við verðum vel að fá þig ángriðs bara aftur. Já, bara í annars. Ég heldur ég bara alltaf aftur sem. Já, en gaman, ég er alltaf til. Já, líka bara svo gaman að tala við ykkur og líka þú ert mamma, þú skilu, það er líka svo mikilvægt. Hafa þá tengingu líka, og þú veist náttúrulega bara geggjuð. Það væri, ég hugsa að við gætum haft heila seríu bara hvað það sem þú voru að gera. Ég voru bara þetta. En já, þú voru klálega að koma aftur. Já, bara klálega, alltaf. Bara takk æðislega fyrir bara að gefa þér tíma. Og núna ferðu heim með good, gera eitthvað næs og eitthvað. Það er bara, ég get ekki beðið og svo ætlum ég bara að fá mig gríska jógurt þetta heim með eitthvað smá súkuláti og smá eitthvað svona gera gott fyrir líkamann. Nákvæmlega. Gera það samt á góðan hátt, það er svona nammi, smá nammi fyrir mann. Kemur Henning grískt jógurt með þér og setur smekkin á? Já, þá verður hann ekki allir sósa. Nei, þá verður hann að því sko gríska jógurti er I tell you, sko, it goes places. Gekkja! Takk æðislega fyrir komuna. Takk æðislega fyrir koma og bara hlökk til að fylgjast með. Ég sko bara sömuleiðis, ég elska fylgsning. Takk fyrir. Bye. Bye.